Hér eru strax líflegar umræður í gangi. En hjartanlega velkomin á opinn fund viðskiptagreiningar hjá Landsvirkjun undir yfirskriftinni Raforkumarkaðir fyrir hverja. Dagný Ósk Ragnarsdóttir heiti ég og er forstöðumaður viðskiptagreiningar og þróunarmarkaði hjá Landsvirkjun og ég ætla að vera hérna fundarstjóri með ykkur í dag. En fundarefni dagsins snertir okkur öll. Raforka er súrefni samfélagsins, grunnurinn á lífsgæðum okkar og tengir okkur við raforkumarkaðinn á einn eða annan hátt. Við höfum lengi búið við árangursríkt fyrirkomulag raforkuviðskipta hérlendis og tekist hér að reka 100% endurnýjanlegt kerfi með góðri nýtingu. Orkuöryggi almennings hefur verið tryggt, enda næg orka verið til staðar og raforkuverð sömuleiðis stöðugt og samkeppnishæft. Engu að síður er mikill ávinningur fólginn í því að halda áfram að þróa fyrirkomulag raforkuviðskipta og þar höfum við nú þegar séð markverðar breytingar með tilkomu Vonarskarðs sem að hóf raforkumarkað sinn síðasta vor og svo Elmu sem að hyggst setja á laggirnar næsta dags markað í byrjun næsta árs. Og með áframhaldandi þróun á raforkuviðskiptum þá getum við náð aukinni hagkvæmni, stuðlað að nýsköpun og tryggt enn betri nýtingu auðlinda okkar sem að kemur okkur öllu samfélaginu til bóta. En eins og alltaf þegar við stöndum frammi fyrir breytingum þá er líka mikilvægt að byggja þar á ábyrgð og skynsemi og við þurfum að hafa í huga þá sérstöðu sem íslenska kerfið er, okkar lokaða kerfi sem drifið er algjörlega af endurnýjanlegum orkugjöfum. Við þurfum að hugsa út fyrir boxið og finna nýjar leiðir. En það er mikilvægt jafnframt að læra hvort öðru og læra af reynslunni. Við höfum möguleika á að vera fyrirmynd, ekki aðeins þegar kemur að nýtingu auðlinda okkar, heldur einnig með því að sýna hvernig við nálgumst áskoranir sem þessa, með sameiginlegri ábyrgð, jákvæðni og góðu samtali. Og hér erum við samankomin í dag, stór hópur, til þess að ræða þessi stóru mál og með því að velta fyrir okkur þessari spurningu, fyrir hverja eru raforkumarkaðir, getum við reynt að átta okkur á því hvernig við getum best tryggt að raforkumarkaðurinn þjóni okkur öllum í samfélaginu. Og með því þá langar mig að bjóða bara fyrstan á svið Guðlaug Þór Þórðarson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. Gjörðu svo vel, Guðlaugur. Já, kæru gestir, takk fyrir kynninguna og það er gaman að fá að vera með ykkur hér í dag og ávarpa ykkur á þessum fundi þróun raforkumálana. Og okkur finnst það kannski alveg fullkomlega sjálfsagt, en það er ekki sjálfsagt að það er bara mikil gæfa að við séum með þessa íslensku grænu orku og með þessa algjöru sérstöðu í heiminum. Og það hér var nefnt að það væri súrefni atvinnulífsins, ég held að það sé ágætis samlíking, en ég held að vera ágætt að hugsa aðeins hvernig þetta væri ef að menn hefði ekki stigið þessi skref. Hvernig væri Ísland þá? Þú væri með olíubíla sem var að keyra á milli húsa og fylla á tanka. Þeir sem kunna að lesa efnahagsmálin geta aðeins sett þetta í eitthvað samhengi við það hvað við þyrftum að kaupa erlent eldsneyti. Og þetta var ekki sjálfgefið, þetta gerðist ekki af sjálfu sér. Það vegna þess að forystumenn og almenningur hafa góð samstaða um það hjá sárafátækri þjóð að fara og nota það sem íslenskt íslensku grænu endurnýjanlegu orkuna og taka út jarðefnaeldsneytið. Og það var ótrúlega erfitt, miklu erfiðara heldur en fólk kannski gerir sig grein fyrir og miklu erfiðara heldur en verkefni sem við stöndum frammi fyrir í dag. Og ástæðan fyrir ég nefni það að ég vil bara finna á mínum störfum að fólk búið að gleyma þessu. Og ég held að það sé alveg góð hugmynd að við ættum að kenna íslensku orkusöguna leið og við kannski leggjum meira áherslu á fjármálalæsi og annað sem væri nýtilegt fyrir fólki í landinu. En ég held að sé líka hollt að hugsa til þess vegna þess að mér finnst fólk oft tala um það að við séum þetta sé allt svo rosalega erfitt hjá okkur. Þetta er algjört djók með við það sem eldri kynslóðir gerðu. Og ef einhver svona í þessum sal sem nú flest mikið af fólki sem í forystu á þessu sviði eitthvað að vorkenna sér, þá bara aðeins að skoða hvað afi og amma og þeir sem undankomu gerðu.
allt það sem við gerum núna leikur einn í samanburði við það. En við erum auðvitað með stórar áskoranir sem bara einfaldlega þetta að raforkumarkaðurinn, ef við ætlum að nota þau hugtök, hefur svona ekki alveg verið í takt við væntingar og eftirspurnina. Við erum bara komin á erfiðan stað hvað það varðar, algjörlega okkur að kenna, ekki neinum öðrum. Hvað áhrif hefur það? Það getur hikstað í því að við þurfum orku og við munum alltaf nota orku, nú annarkvort notum við græn orku eða við notum innflutta orku. Það bara þýðir það að það auðvitað munum við aldrei geta annað allri þeirri orku þörf sem að uppi getur verið, það í sig við getum ekki bara selt öllum þeir sem hingað vilja koma, það segir sig sjálft. En við erum að fara í orkuskipti og mér það svona, ég svolítið hugsi því ég heyri svona hvernig tónninn að fara hvað það varðar. Ef við ætlum að halda hér lífskjörum, þá þurfum við græna endurnýja orku eins og við gert fram til þessa. Ef við ætlum að ná loftslagsmarkmiðum, þá þurfum við það líka. Og það hangir saman. Því ef að þessi fyrri orkuskipti 1 sem var raforkan og orkuskipti 2 sem við hitaveitan, ef menn hefur notað hugtökin loftslagsmál, ná árangur okkur í loftslagsmálu þá hefði það bara algjörlega dottið inn, því að við erum að gera nákvæmlega það sama núna. Og allar hugmyndir í þá veru að við ætlum núna að fara í þá vegferð, að við ætlum að taka út norska olíu og kaupa norskt rafeldsneyti í staðinn. Og ég segi til lítils var unnið að fyrir kynslóðum. Til lítils var unnið. Við í þessari dekurstöðu, miklu betri stöðu heldur en allir aðrir, allir sem hingað koma og segja, vá, hvað þetta auðvelt hjá ykkur, sko. Nei, við getum það ekki. Það meiri segja þannig að þetta og þessar hugmyndir sem eru í gangi, það til dæmis að við séum búið með alltaf ódýrasta. Nei, við erum búið með að dýrasta. Hvernig halda menn hvernig þetta staðan væri ef við ætlum núna að fara á þann stað að fara að hitaveituvæða Reykjavíkurborg? Ég kann ekki þessar tölur, ég veit bara ógeðslega dýrt að rífa upp hverja einustu götu og tengja inn í hvert einasta hús. Því það það sem að nágrannaríkin þurfa að gera. Ef þið ætla að fara þá leið vegna þess að þið geta að fara í hitaveituvæðinguna, en það bara allt og dýrt fyrir þau. Þannig að við setjum þetta upp í þessari stöðu sem að eitthvað sem allir öfunda okkur af og við þurfum að sitja eða standa undir þeirri ábyrgð sem fylgir því að vera svona lánsöm þjóð, að það kynslóðir sem undangengu, að þær gerðu alveg stórkostlega hluti. Þetta ekkert flóknari það. Og þegar við erum að tala raforkumarkaði, og það alveg stórmerkilegt, við ákvaðum það 2003. Og ég engin stærðfræðingur, ég held sér 21 ár síðan, sko. Og við erum einhvern veginn ekki komið lengra heldur raun ber vitni, að það mér alveg ólíkindum. Ekki bara þegar kemur að framkvæmdinni, heldur líka þegar kemur að umræðinni. Menn bara tala við ætlum að fara í raforkumarkaði. Já, það var ákveðið 2003, fyrir 21 ári síðan. Og menn segja ok, það getur haft ýmsar áhættur í för með sig. Já, það bara alveg rétt. Við erum með grunnan markað og við erum með fáa leikendur og það ýmislegt sem við þurfum að vinna úr. Við erum búin að taka þessu ákvörðun og af hverju, og það var svo sannarlega tekið evrópsku regluverki, og af hverju var það? Var það vegna þess að menn voru svo ofsalega bara áfjáðir í því að búa til markaðshagkerfi? Nei, þetta bara skásta leiðin. Því að ef menn ætlar að fara einhverja aðra leið, þá þurfum við að útskýra það kannski útflutningsvara. Ég veit ekki neina þá þjóð sem við berum okkur saman við sem annað fyrirkomulag. Og við þekkjum alveg orkusöguna, við gerðum þetta með allt öðrum hætti, en það var náttúrulega bara við allt aðrar aðstæður. Og þegar við erum að koma með vonandi fleiri aðilar sem ætla að framleiða orku, virka notendur sem gríðarlega mikilvægt, og þá ég að vísa til þess að þú bæði býr til orku, og þetta ekki búið til miklu orku, og þegar þú býr til meira heldur þú notar, þá getur þú selt inn á kerfið. Það ekki einhver framtíðarmúsík. Það inn í fortíð því að það aðrir löngu komnir þangað, en við erum að vinna í því að komast þangað sjálf og reynum að gera það eins hratt eins og hægt
Það auðvitað ánægjulegt að sjá ýmsa hluti. Raforkuvísarnar frá Orkustofnun bara mjög gott skref og þakkavert og stofnun og sérstakt hrós skilið fyrir vandaverk þar. Það náttúrulega bara miðar að því að við höfum sem bestu mögulegu upplýsingar, eins mikið gagnsæi eins og hægt til þess að þessi grunni markaður sem er svo miklu áskorun hann virki. Og þegar spurt til hvers þetta, fyrir hvernig markaðurinn, og það bara einfaldlega hann auðvitað fyrir almenning og fyrirtækin í landinu. Hann getur ekki verið fyrir neitt annan. Og ef menn í alvöru með einhver efasemdir að fara þá leið, þá þurfa menn að koma með aðra lausn. Og ég bara veit ekki til þess að neina af þeirra löndum sem við berum okkur saman eins og ég nefndi, séu með slíkt. Þetta það skásta sem menn hafa, en ef við gerum þetta vel, þá munum við ná góðum árangri. Og við þurfum auðvitað að klára, og það verið svolítið bras að koma í gegnum þingið einföldustu hlutum, eins og til dæmis hátternisreglum. Hvað eru hátternisreglur? Og það þýðir það bara að við erum með leikreglur á markaði eins og með alla aðra markaði. Og ég vonast til þess, ég mun gera eina tilraun í allavega í viðbót að koma því í gegn og ég vona að það gerist, að menn nái samstöðu það, en maður samt svolítið að eiga við umræðu sem að maður myndi ætla að væri komin aðeins lengra eftir 21 ár. Á sama tíma þá verður auðvitað að allavega það stefna stjórnvalda og áhersla mín að við reynum eins og við mögulega getum, og það alveg sérstakt markmið að vernda almenna notendur, almenning og getur sagt þá sem að nota minni raforku. Og en fyrstu skrefið þar, ég held ég búin að gera 2 tilraunir með frumvarp þar en ekki komið í gegn, en það hlýtur nú að ég gefst nú ekki auðvitað upp, þannig að við förum aftur á stað með það. Og sömuleiðis útfærsla á því að við séum hér að vernda almenning fyrir miklu verðsveiflum sem við sjáum í öðrum löndum, því að við viljum hafa þannig Íslendingar að við viljum bara geta gengið að ódýrri orku, og þá ég að vísa sérstaklega til almenning þó hitt verði flóknara. Það ekki margt ódýrt á Íslandi, en það í DNA okkur, við viljum bara ódýrri íslenska orku, þannig skal það vera, en þá þarf náttúrulega frambúðið líka að vera til staðar. Og eitt af því sem við leggjum áherslu á núna og við munum kynna núna á næstunni einföldu regluverk, því að það það sem við getum gert og það þarf að einfalda regluverk og við munum einfalda regluverk. En svo líka mjög mikilvægt að allir aðilar sem að málum koma, ekki síst framleiðendur, að þeir framleiði orkuna. Það bara mjög mikilvægt og bæði stórir og litlir. Tækifærin að því að þegar ég tala orkusöguna og ég skal viðurkenna það að íslensk orkusöguna, þá tendrast ég upp að því að mér finnst þetta bæði merkilegt og ég afskaplega stoltur af því að við getum verið það. En það þó svona dekkri hliðar á því og kannski dekksta hliðin var sú. Árið 1950 voru 530 smá vatnsaflsvirkjanir á Íslandi. En þegar við rafvæddum landið þá sögðum við þessum aðilum, þar sé ríkisvaldið að slökkva á virkjunum. Þessu ætlum við að breyta. Við ætlum að fá fleiri aðila og við erum strax að sjá það til þess að framleiða orku. Og það verður auðvitað, eins og allt annað, auðvitað þurfum við alltaf að vinna þessa hluti í góðri sátt og þá ég að vísa í sátt sérstaklega við náttúruna og þær auðlindir sem við eigum, sem svo sannarlega ósnortin náttúra og það ekki nein töfralausn í því, við þurfum að vinna út úr því til þess að gera það eins vel eins og hægt en aðalatriði að þetta verkefni sem að við þurfum að klára. Þetta ekki óleysanlegt vandamál. Og okkur liggur á. En mínum huga þetta bara mjög einfalt. Markaðurinn tæki til að ná ákveðnu markmiðum. Markmiðin þessi að við ætlum að vera áfram í fremstu röð þjóða, allra fremstu röð þjóða, þegar kemur að því að nota endurnýjanlega sjálfbæra íslenska orku. Þar ætlum við að vera. Það sem við ætlum að gera, að við ætlum að klára það verk sem við hafið, að við ætlum að vera orku sjálfstæð þjóð. Við ætlum að vera orku sjálfstæð þjóð. Og þeir sem hafa ekki metnað til að Íslendingar verði orku sjálfstæð þjóð, þeir eiga það bara að koma fram og segja það og taka þann slag. Því að enginn í þessari stöðu sem við erum í, út af því sem að þeir sem undangengu gerðu
Við erum í forréttindastöðu en núna reynir á okkur. Og í mínum huga að þá þetta afskaplega spennandi og svo sannarlega krefjandi verkefni sem ég hlakka til að takast á við með ykkur og hlakka til að vera með ykkur hér í dag og það búið að lofa með því að ég verið grillaður í einhverju þarna panel og ég get alltaf beðið. Kæra þakkir. Kannski bara nota, viltu betið til það er, nota þennan hérna bara. Skella þér á grillið, ekki? Kóla, eða ekki? Nei, ég fer nú ágætlega ljúfum höndum með mig. Takk hérlega fyrir þetta, áhugavert. Kannski bara byrja á því, sko, við erum náttúrulega komið með, eins og við komum inn á hann, við erum komið með fjölmarga hérna, stóran hóp sem ætlar að taka þátt í þessum umræðum raforku markaðsmálin með okkur í dag. Komst kannski svona aðeins inn á áðan, en bara hvernig sérð þú fyrir þér framtíð raforku viðskipta á Íslandi? Hvernig vilt þú sjá þetta? Það sem ég held að, sko, það er engin ástæða fyrir okkur að finna upp hjólið og það eru aðrir sem eru búin að vera þegar kemur að þessum raforku viðskiptum, búin að stunda það miklu lengur heldur en við. Eru þeir með sömu aðstöðu og við? Nei, það eru aðra aðstæðu hér og við þurfum að taka mið af því. En ég held að við finnum það núna og mér finnst að vísu svo að ég kannski var ég ekkert alltaf jákvæður í öllu þarna áðan að þá samt sem áður umræðan að þróast og verða dýpri. En ég meina augljóslega þá þarf að hafa reglur út að hafa gagnsæi og því fleiri sem að þekkja inn á þennan markað því betra. Munum menn takast á? Já, menn gera það eru mismunandi hagsmunir og það allt í lagi. En þetta besta leiðin í mínum huga til þess að við nýtum orkuna betur, förum betur með hana, finnum nýjar leiðir. Að því ég nefndi hérna þegar kemur að glatvarmanum sem fullt af möguleikum sem menn eru kannski ekki að nýta vegna þess að það sko, menn sjá kannski ekki tækifærin í því og það að búa til svona vettvang, viðskiptavettvanga, það held ég besta leiðin til þess að menn fari og nýti tækifæri sem eru til staðar. Já. En svona, þú nefndir aðeins áðan að þú myndir vilja sjá að heimilin eða svona almenningur eru verðar einhvern veginn. Og bara hvernig sérðu það fyrir þér? Hvaða skref þetta að taka til þess að koma í veg fyrir til dæmis að heimilin keppi þá við stórnotendur orku? Það sem við erum búin að gera það, við erum búin að skilgreina að koma með frumvarp þar sem að skilgreinirinn hverja og vernda. Og það og það tók ákveðnum sem var bara gott að það hefur góð umræða í nefndinni að menn svona þróuðu betur af því að tiltölulega einfalt að skilgreina almenning eða heimilin. En síðan þessi smærri notendur að þá erum við meira skilgreina það hvað nota mikið og það bara ákveðin en það hefur ekki náðst að klára það. Síðan svona flóknara verkefni sem við erum að leggja höfuðáherslu á því að það eru ýmsar leiðir og líka sjónarmið þegar kemur að því eitt að vera búin að skilgreina og hins vegar hvernig þú framkvæmir þetta. Og það bara eitt af forgangsmálum núna fyrir okkur að klára það verk að vera með fyrirkomulag þar sem að þú ert að vernda heimilin og litlu aðilina en á sama tíma ert ekki að raska öllum markaðunum því að auðvitað þannig að markaðurinn á að tryggja það að þú líka nýtir orkuna sem allra best. Og auðvitað þannig að ég vil það ekki og ég held að við viljum það ekki. Besta leiðin fyrir okkur til að ná orkusparnaði og allir fara á flutt að hækka verðin. En það ekkert ódýrt á Íslandi nema að hugsa á orkan. Ég held að lambakjöti sé aðeins búið að hækka nefnilega núna. Það var tvennt sko. Og mér finnst ekkert ósanngjarnt að við Íslendingar bara getum gengið að því að búa við ódýrt orkuverð. Það að segja okkar heimilum. Og mér finnst heldur ekki óskynsaldur. Ég held að við séum mjög góð til nýsköpunar. Ef þú ert að stofna lítið fyrirtæki og ert að fara á stað, þá getur þú gert ráð fyrir því að orkan sé ódýr. Allt hitt nokkurn veginn dýrt. Allt hitt dýrt en það var allan eitt ódýrt. En þannig að sér fyrir að þetta sé í raun og gert á í gegnum eins konar lagasetningu. Algjörlega. Já. Það líkur alveg. Já, það frumvarp sem mun koma fram í vetur. Komst líka aðeins inn á náðan, að okkur vantaði meira orku. Ég held að við séum mjög mörg hérna í sammála með það. Að okkur vantaði meira af grænu orkun okkar og það hefur kannski setið aðeins á hakanum svolítið síðustu ár. Og næstu kostir eru vissulega dýrari en þeim sem við höfum farið áður þó að ég veit ekki alveg hvernig verð hitaveitunar á sínum tíma myndi reiknast upp í dag en
En hvernig getum við áfram bara að hugsa stórnotendurna, hvernig getum við áfram tryggt að Ísland sé samkeppnishæf staðsetning? Áhugavert þú nefnir hitaveituna því að menn búin að gleyma, ég minni í æsku að þarna hitaveita var bara rándýr, allavega þar sem ég ólst upp í og var í menntaskóla, svo dæmi sér tekið, en það algjörlega búið að breytast í að þetta var auðvitað gríðarlega góð langtíma fjárfesting. Sko, það ekkert og hugsunin á bakvið þetta, það engin einn stjórnmálamaður, ein ríkisstjórn eða þing sem getur sest niður og búið til einhver 5 ára sovéskar áætlanir, sko. Það bara ekki hægt, sko. Og þú nefnir réttilega þá væntanlega vísa til þess að við kannski erum búin að taka mikið af góðu og kannski auðveldustu kostunum okkur að búa til græna íslensku orku. Og bara verðið að hækka líka, eða bara raforkuverð líka hefur hækkað erlendis eins og í Evrópu, hækkandi raforkuverð þar. Já, ég meina við náttúrulega, og þessi áherslu á loftslagsmálin hefur hækkað líka verð á íslensku gert þannig verðmætari og bara af því að upprunaábyrgðarkerfi sem ég var nú mjög á móti, ætla nú helst að sjá fyrir endan á þegar maður fer sér að skoða það því að íslensku orkufyrirtækin búið að selja upprunaábyrgð fyrir 30 milljarða króna og sem bara niðurgreiðsla á íslensku orku þannig að það mikið að hjálpa okkur þar og þetta getur orðið alltaf í 17 milljarða króna á ári sem að hjálpa okkur. En maður verður að geta treyst fyrirtækjum, náttúrulega langstærstu opinber fyrirtækjum en náttúrulega öðrum að finna leiðir til þess að bæði til lengur og skemmri tíma að við séum hér samkeppnishæf. Það sem að snýra stjórnvöldum, eða því allavega mínur ráðuneyti að það aðalega einföldun leyfisveitinga. Síðan ertu með opinber fyrirtæki sem ekki hjá okkur, sem að þurfa að nýta þá nýtingarkosti sem eru til staðar. Og síðan ertu með svo sannarlega líka flutningskerfið sem og dreifikerfið. En síðan eru sveitafélögin líka og nærsamfélagið, það kannski orðið ný áskorun sem kannski sá ekki alveg fyrir. Og við verðum að líta á það þegar við erum að skoða leyfisveitingar og ferlið að hvort að það sé við komum með einhverja flöskuhálsa sem að skaða þjóðarhag því að þegar okkur vantar orku og þá náttúrulega hækkar verðið og það kemur beint niður á öllum því að spennan kemur einhver staðar fram og bara það að orkuskömmtunin á þessu ári hefur mati samtaka atvinnulífsins, iðnaðarins, þá hefur við tapað 17 til 20 milljörðum í útflutningstekjum. Það bara fullt af peningum, sko. Það bara hátt í loðnum eftir, sko. Við þurfum öll orku, kannski bara, við erum að falla á tíma hérna, en rétt í lokin, komst aðeins inn á það, en bara hvaða lagabreytingar stefnir þú á að leggja fram í vetur? Það að vísa mjög mörg að taka en kannski það liggur alveg fyrir það sem bæði það sem snýr að orkuörygginu og það í það minnsta 2 frumvörp. Það eru svo sannarlega ýmislegt sem snýr að einföldust leyfisveitinga og því ferli og sömuleiðis að selja inn á kerfin og það í svolítið langur þingmálalisti en þetta kannski pólitísku áherslunar. Já. Það einföldun og orkuöryggi. Getur við sagt að það sem að standa upp úr því að ég vona að það sé og svo sem ýmislegt sem bendir til þess eða margt bendir til þess og það búið að breyta svo maður sé nú alveg einstaklega jákvæður að þegar maður komin í þetta embætti að þá einhvern veginn ætlum við að loftslagsmarkmiðunum með því að flokka rusl sem mjög mikilvægt sko. Við erum bara eina þjóðin í heiminum sem ætlaði ekki að gera það að auka framleiðslu á grænni orku. Þetta alveg gjörbreytt. Almenningur skilur þetta og það gríðarlega mikilvægt og við höfum þetta bara fagnað því en þetta tími aðgerða og það sem liggur hjá okkur augljóslega að þetta fyrirkomulag sem að ég vona sé að stimplast inn þegar ég segi frá því hvernig þetta reglugerð umhverfi lítur út fyrir mér og þá segi ég alltaf vegna þess að ég finn enga aðra samlingu að þetta nákvæmlega svo prjónahnykill sem köttur hefur komist í. En það bara svo leiðilegt að það tekur mjög lengri tíma einfaldaður en að flækja. Það bara ekkert mál að flækja en við höfum þurft að leggja mjög mikla vinnu í einfalda. Það stundum þannig. Við erum öll aðgerðir hljóma vel og einföldun og orkuöryggi, ég held að við getum öll verið saman á það. Annars bara kæra þakki fyrir spjallið, Guðlaugur. Takk sömuleiðis. Já, bara áður við höldum áfram, þá langum við bara að fara aðeins við nokkuð praktísk atriði. Framöndan núna eru 2 pallborð og við munum taka stutt hlé á milli þeirra. En við ætlum að reyna að klára hérna klukkan 11 í dag.
Við ætlum að nota slido.com fyrir spurningar, þannig að ég hveti ykkur endilega til að taka þátt. Farið bara inn á slido.com og notið myllumerkið raforkumarkaðir með D. Og þar getið þið sendt inn, ég skanna QR-kóðan hérna líka. Þar getið þið sendt inn spurningar. Þið getið líka kosið spurningar sem aðrir hafa sett inn ef þið sjáið eitthvað þarna inni sem ykkur langar að fá svör við. En þá var bara komið að fyrra pallborðinu, þar sem áherslan verður lögð á heildsölumarkað og fyrirkomulag raforkuviðskipta. Silja Rán Steinberg Sigurðardóttir, aðstoðarforstjóri Rarik, hún tekur nú við og ætlar að stýra umræðum í pallborði. En við fengum einnig heyra frá aðeins fleirum, fengum innlegg í umræðuna frá aðeins fleirum og við ætlum að heyra frá því í stuttu myndskeiði og ég bið bara þáttakendur í fyrra pallborðinu og Silju að koma sér fyrir á meðan við hlustum á vídeóið. Gjörðu svo vel. Ég gerir ráð fyrir að núna sé markaðurinn fyrst og fremst fyrir framleiðendur. Ég held að þurfa að tryggja það að almenni markaðurinn almennt sitji ekki einn daginn eftir vegna þess að það komi einhverjir stórir aðilar sem að taki frá orkuna. Það ekkert í núverandi lagaumhverfi sem að ver þetta. Þess vegna þarf einhvern veginn að koma inn í regluverkið einhverjum leiðum til þess að forgangsraða án þess þó að stúta kannski samkeppnismarkaðurinn sem auðvitað mikilvægt. Það mikilvægt að hafa samkeppnismarkað. Við þurfum að halda áfram að þróa raforkuviðskiptin. Ég held að sé mikill ávinningur af því. Leiðir af sér að við erum að nýta auðlindir og aðfeng betur. Við erum að leyfa samkeppnin að njóta sín og samkeppnin þá birtist neytendum og raforkufyrirtækjum og fleirum. Við erum með alveg einstakt raforkukerfi. Vatnsaflsríkt auðvitað og jarðvarmi og einangrað. Í slíku kerfi skiptir fyrirsjáanleiki gríðarlega miklu máli. Með fyrirsjáanleikanum erum við að auka afhendingaröryggið. Við erum að vera stöðugri verð, en á sama tíma þurfum við að vera með inngrip. Við þurfum að vera með sérstakar ráðstafanir fyrir raforkuöryggi heimila og minni fyrirtækja. Raforkumarkaðurinn þarf fyrst og fremst að þroskast á Íslandi og svo tel ég mikilvægt að raforkumarkaðurinn sé óháður öllum helstu notendum markaðarins. Þannig að allir aðeins geti treyst svona sanngirni og svo tel ég mikilvægt að hann sé að fullu stafrænn. Þannig að kaupendur rafmagns geti nýtt sér stafræna þjónustur til þess að halda utan um raforkukaup sín á mörkuðum. Stórnotendur þurfa að hafa ákveðin fyrirsjáanleika í raforkukaupum eins og hefur verið hérna undanfarið. En á sama tíma þurfa þau líka að geta tryggt sér kannski viðbóta rafmagn og þar kemur raforkumarkaður klárlega mikilvægur inn og er mikið notaður erlendis í þeim tilgangi. Alþýðusambandið leggur höfuð áherslu á að þegar við erum að tala um auðlindir þjóðarinnar og ákvarðanatöku tengda því að það séu almannahagsmunir sem séu hafðir í fyrirrúmi, það sé ekki verið að vinna að misskiptingu þjóðarinnar eða að lýðræði þjóðarinnar sé í einhverri hættu. Það þarf að tryggja lagasetningu að hver sem framleiðir raforku á Íslandi sé skyldugur til að selja heimilum og smærri fyrirtækjum raforku á eðlilegu verði því það er vonlaust að þessir aðilar sé að keppa við stórnotendur raforku. Það er mjög mikilvægt að hafa skilvirkan raforkumarkað til þess að tryggja til lengri tíma eðlilega fjárfestingar í orkuinnviðum, sérstaklega virkjunum, og svo til skemmri tíma reksturinn. Ef við höfum ekki gagnsagan skilvirkan raforkumarkað, þá munum við aldrei geta tryggt öryggi til langt fram. Á raforkumarkaði þá er mjög mikilvægt að gæta jafnræðis vegna þess að við höfum eitt flutningskerfi, við höfum virkjanir sem framleiða fyrir alla og svo fjölmarga notendur og ef það er ekki ákveðið jafnvægi á milli þessara aðila að þá skapast óöryggi og hugsanlega óæskileg áhrif á verðmyndunina. En hvort að eigi að gera sérstakar ráðstafanir fyrir heimilin er í raun og veru verkefni stjórnmálamannanna að taka ákvörðun um. Við þurfum að tryggja að það sé stöðugleiki í því hvaða magn er í boði af orku. Við þurfum að geta tryggt okkur til lengri tíma og til skamms tíma líka og þannig að fyrirsjáanleiki er eiginlega það sem skiptir öllu máli. Sér í lagi það sem við erum ekki með eigin framleiðslu, getum ekki treyst á hana, að þá skiptir öllu máli við vitum að við erum búin að tryggja rekstrargrundvöllinn fram í tíman. Og lengri samningar skipta það líka miklu máli. Þar við sölufyrirtæki þegar kemur af raforkukaupum er að við vitum hvaða orku við getum gengið að. Viðskiptin séu nægilega tíð til þess að við getum brugðist við á skemmri tíma líka.
Til að tryggja raforku heimila og minni fyrirtækja þá þarf klárlega að byrja á því að framleiða meira til að mæta aukin eftirspurn, en svo þarf verðmyndun að stýra því hvert svo framleiðsla fer. Já, komið sæl. Gaman að sjá svona marga hérna. Ég heiti Silja, eins og Dani kom inn á, og ég ætla að stjórna hérna umræðanum í dag með þessum frábæra hópi fólks sem veit miklu meira þetta en ég. Ég fylgdi svolítið mikið með fréttum í byrjun árs þegar það var svona aðeins vangaveltur raforkuöryggi og tengdum markaði, og þetta náði svona einhverjum hápunkti hjá mér þegar það birtist fréttarúv sem var eitthvað svona hátt flækjustig á ógagnsæjum raforkumarkaði. Og maður svona hugsaði, ok, en svo segir ráðherra núna tími aðgerða. Er þetta ekki bara fyrsta aðgerðin? Að við komum hérna saman, ræðum þetta bara almennilega, komumst kannski að því að vera miklu meira sammála en við höldum. Og já, ég ætla bara að fá að vinda mér í fyrstu spurningu. Eins og kom það fram að þá hafa nú 2 fyrirtæki fengið leyfi til að reka raforkumarkað, og ég ætla að ég ætla að byrja á að kynna alla. Ég má ekki gleyma því. Hér sett komin fólk sem hefur svona haldbæra reynslu af því að annaðhvort kaupa og selja rafmagn, búið að lesa raforkulögin örugglega oftar en flestum hollt. Ég ein af þeim, en það önnur hér í þessu pallborði og svo framvegis. Og ég ætla að byrja að kynna hérna lengst til vinstri, það Hanna Björg Konráðsdóttir, deildarstjóri Raforkueftirlits Orkustofnunar. Síðan það Tinna Traustadóttir, framkvæmdastjóri sölu og þjónustu hjá Landsvirkjun. Ólöf Embla Einarsdóttir, rekstrarstjóri Straumlendar. Hjálmar Helgi Rögnvaldsson, forstöðumaður viðskiptaþróunar og orkumiðlunar hjá Orku náttúrunnar. Björgvin Skúli Sigurðsson, framkvæmdastjóri Vonaskars. Og síðast en ekki síst, Katrín Olga Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri Elmu. Og ég ætla bara að byrja á þér, Björgvin. Vídeón töluðu svona tilgang raforkumarkað og fyrir hvern eru þeir. Og ég spyr þig kannski, fyrir hvern eru raforkumarkaðir og Vonaskarð, svona hvaða þarfir er það fyrirtæki að uppfylla? Já, þakka þér fyrir, og ég kannski byrja því að þakka ykkur fyrir að koma og fyrir Landsvirkjun að bjóða mér og okkur hér til þess að fara yfir þessi mál. Eins og komum við inn á, þá rekur Vonaskarð raforkumarkað hérna á Íslandi. Við byrjuðum starfsemi núna í apríl. Við vinnum á þessum heildsölu markaði sem mikið talað en kannski erfitt að henda reiður á. Á þeim markaði starfa bókstaflega 11 fyrirtæki og þau eru öll aðilar að markaði Vonaskarðs. Vonaskarð heldur reglulega uppboð á raforku þar sem allir mega bjóða rafmagn til sölu og allir mega þá bjóðast að kaupa rafmagnið. Það eru 3 tegundir af uppboðum. Fyrsta uppboð þannig að við seljum rafmagn allar klukkustundir fyrir næsta dag og þar næsta næstu 2 vikur. Næsta tegundin þannig að við seljum mánuði í senn. Það þá allur nóvember, allur desember, allur janúar, næstu 16 mánuði og síðan heil ár. Bara rafmagn allt árið 25, 26, 27, fram til ársins 29. Viðtökumarkaðarins hafa verið fram á vonum og við höfum selt, það hafi farið 12 milljarðar króna í gegnum þennan markað frá því við byrjuðum í apríl. En þjónusta Vonaskarðs fyrst og fremst gagnsæi. Við sáum það að það vantaði gagnsæi og það það sem Vonaskarð gerir. Við birtum upplýsingar öll þessi viðskipti á vefsíðunni hjá okkur og birtum það hverjum sem og það það sem að fyrst og fremst orkufyrirtækin sem eru þáttækundur á markaðnum eru að greiða fyrir. Svona fyrir þá sem hrærast ekki í þessum heimi alla daga, þá eins og ég skil þetta allavega, þá það sölufyrirtækin sem að kaupa orkuna þarna og selja hana svo áfram til heimila og minni fyrirtækja. Já, ég veit að þetta basic fyrir marga, en kannski ekki alveg alla. Ég ætla að snúa með næsta þér, Katrín Olga. Getur þú sagt okkur svona frá því hvað þið að sýsla hjá Elmu og hverjar þú heldur að séu þarfir raforkumarkaðarins og þeirra sem eru á honum?
Já, ég skal gera það, en ég ætla nú að biðja að þakka Guðlaugi Þór fyrir að hvetja okkur til dáða og segja okkur að hætta þessu væli. Ég er alveg sammálanum með það að ég held að verkefni sem við stöndum fram fyrir í dag sé kannski 10% af þeim verkefni sem að forfeður okkur stóðu fyrir, þannig að takk fyrir það, Guðlaugur. Já, við hjá Elmu erum að koma á fót virkum skipulögðum markaði fyrir svona næsta dags orku eða skammtíma markað. Og það sem sá markaður gerir að hann gefur í rauninni verðmerki sem næst rauntíma eða afhendingu orkunar. Áhersla okkar náttúrulega á það að vera með sjálfvirkt kerfi eins og Eyrún talaði áðan með þekktum algrými sem að reiknar út viðskiptin. Við leggjum mikla áherslu á reglubók, það var talað aðeins hátternisreglur markaðarins hérna áðan. Og við höfum hvatt til þess að lagalega hliðin verði eld, en við höfum líka sagt það að ef hún ekki eld þá erum við allavega með það í okkar reglubók. Þannig að það eru allir sem að spila eftir sömu leikreglum á markaði Elmu. Við höfum líka lagt áherslu á það að vera með miðlægt uppgjör og þannig að allt sé gagnsætt og menn viti hvað þeir eru að koma með að borðinu. Þannig já. Já, ég ætla kannski bara að halda aðeins áfram áður en við förum kannski í dýpri spurningar. Mig langar að spyrja þig, Hjálmar, hjá Orku náttúrunnar. Þið þekkið þennan markað vel, heimilin og þessi minni fyrirtæki. Hvernig finnst þér þessir viðskiptavettfangar og bara hvernig finnst þér þetta allt vera? Finnst þið mikið vera að breytast og hvaða þarfir eru þið að sjá? Já, ég held að stærsta breytingi sé eins og Björgvin Skúli nefndi er þetta gegnsæi. Áður fyrr fóru viðskiptin bara gegnum lokaðan viðskiptavef hjá Landsvirkjun og sögulega alveg sáðu bara hvað verð voru í gangi og Landsvirkjun var svo sannarlega verðmyndandi á þeim markaði. Nú er þetta miklu meira gegnsæi, tilkomum við Vonaskars núna í apríl. Við sjáum líka miklu meira framboðs- og eftirspurnarkúrfurnar. Við sjáum það eldri fyrir. Ég geri ráð fyrir að Landsvirkjun hafi miklu betur tækifæri til að sjá það heldur en við. Þannig að þetta er langstærsti aðilinn á markaði. Og fyrir okkur Orku náttúrunnar, við erum að reka 2 stærstu jarðvarmavirkjanir á Íslandi, þar sem við erum að framleiða grunnorku. Og það skiptir miklu máli fyrir okkur að hámarka nýtingu auðlinda. Og ég tel að með tilkomi Vonaskars þar inni þá getum við allavega haft tækifæri til þess að hámarka þessa nýtingu. Ég ætla að spyrja þig næst, Embla. Nú þið sölufyrirtæki sem að framleiði samt ekki raforku, sem að kannski fyrir þá sem að ekki búin að setja sér vel inn í þetta virkar kannski skrítið, en við sem að þekkjum þetta okkur finnst þetta ekkert skrítið. Geturðu sagt mér frá ykkar reynslu og bara hvernig það er að vera á þessum markaði? Já, ég myndi nú segja að okkar fyrirtæki það hóf starfsemi 2021 og þegar við byrjuðum þá var mikið af orku í boði og það var mikill sveigjanleiki sem var hægt að fá hjá Landsvirkjun og þar sem að þeir eru náttúrulega að framleiða 70% af allri orku í landinu og aðrir framleiðendur eru líka með eigin viðskiptavini eins og HS Orka og ON, að þá má eiginlega segja að hlutur Landsvirkjunar í viðskiptum þeirra sem eru bara að kaupa og ekkert að framleiða sjálfir, það er nánast eini birginn sem er svona raunverulega til staðar. Þannig að aðgengi okkar að viðskiptum hjá Landsvirkjun gegnir alveg lykilhlutverki og það er aldrei hægt að líta fram hjá því að það er aðalbirginn með hástöfum. Síðan hafa náttúrulega verið þessi markmið að koma á meira markaðsfyrirkomulagi og það sem hefur kannski gerst í þessu er, ef ég á að vera alveg hreinskilin, að ég upplifa þannig að það þrengir mest að okkar viðskiptum við Landsvirkjun. Því stóriðjan hefur áfram tvíhliða samninga við Landsvirkjun og það eru gerðir líka tvíhliða samninga við Landsvirkjun í ýmsu formi, eins og núna nýlega með fjarvarmaveiturnar og annað. En okkur sem erum í þessum að þjóna heimilum og fyrirtækjum, okkur í rauninni eiginlega alfarið ýtt í þessa útboðsmarkaði og það sem við finnum fyrir er að einmitt að því regluverki hefur ekki alveg verið þróað eða framkvæmdin, þetta er allt í mótun,
að þá til dæmis fyrirsjáanleiki hversu mikið verður í boði, hann mjög lítill og síðan hafa líka alltaf verið að frestast eða hafa oft frestast sem sagt útboð þannig að það sem maður átti von á að yrði í boði að það síðan ekkert í boði og við finnum virkilega fyrir því að fyrirsjáanleikin fyrir okkur hefur minnkað og ég hlakka mjög til þegar að regluverki verður komið og það verður komin einhver svona endanleg umgjörð af því að akkurat núna þá stöndum við í miðri á og það mikið að gera þar. Ok, takk fyrir þetta. Við kannski förum dýpra en þetta eftir. Mér langar að byrja að spyrja þig, Tinna. Nú vinnur þú hjá Landsvirkjun. Þið eru með mikið af orkunni. Hvernig þú upplifa bara stöðuna núna? Kannski fyrst bara að segja ótrúlega gaman að sjá svona marga og kannski svona tákgrænt fyrir það hvað er mikill áhugi á raforkumarkaðsmálunum og við viljum koma saman og krefja málin til mergjar. Og mér hefur stundum hugsað til þess hvað það er mikið þekking og reynsla í orkugeiranum okkar og við eigum svo mikið inni held ég að halda áfram samtalinu og kannski líka að halda áfram að lyfta okkur upp og minna okkur á úr hvaða umhverfi við erum að koma og bara hrósa þessum aðilum, ráðuneytinu sem veiti Vonaskarði og Elmu raforkumarkaðsleyfi í desember og þessum kraftmiklu einstaklingum sem eru hérna, Katrín Olgu og Björgvin Skúla sem hafa verið að leiða þessa þróun þannig að skrefin sem hafa verið stigin í átt að aukinni virkni á raforkumarkaðar á Íslandi bara undanfarna mánuði hafa verið svo ótrúleg. Landsnetið búið að ganga með raforkumarkað í maganum örugglega í hátt í 20 ár. Björgvin Skúli var með hugmyndir Icepool, ég held að það hafi verið árið 2018-19 en nú hlutirnir að gerast. Nú svona heilt yfir að þá held ég að þetta sé jákvæð þróun og Landsvirkjun var með viðskiptavef þar sem að réttilega verið bent á að viðskiptavinninni gátu sent inn beiðnir orkukaup og þar var ákveðin verðskrá. Þetta fyrirkomulag hentaði vel þegar var slaki í raforkukerfinu, þegar það var nóg til. En þegar það er umfram eftirspurn eins og hefur komið á daginn að þá hefur fyrirferðarmikið fyrirtæki eins og Landsvirkjun engin tök á forgangsraða. Hver fær orkuna og hver fær hana ekki. Þannig að þarna erum við komið með vettvang til þess að geta stýrt betur framboðin inn á markaðinn en ég vil líka segja það að Landsvirkjun hefur verið mjög skýrt hvað varðar forgangsröðun í raforkusölu og við hefum sagt að almenni markaðurinn og innlend orkuskipti séu í efsta forgangi og Landsvirkjun hefur raun og verið að auka söluna inn á heildsölumarkaðnum 45% frá árinu 2021 og ef við horfum bara fyrstu 8 mánuði þessa árs að þá salinn almenna markaðinn aukist 15% með sama tímabili fyrra en á sama tíma að þá raforkumarkaðurinn eða almenna markaðinn að vaxa held í 2,3%. Þannig að við erum að gefa í og svona standa með almenna markaðnum. Já, takk fyrir þetta. Ég hlakka til að fara aðeins dýpra ofan í með ykkur bara hvað væri hægt að laga og svo framvegis. Mér langar fyrst að spyrja þig, Hanna Björg, þú ert búin að lesa eina manneskjan á Íslandi sem er búin að lesa raforkulögin oftar en ég. Þannig að mér langar að spyrja þig bara, er eitthvað breytingar í farvatninu sem að munu koma til móts við þessar þarfir sem að svolítið hæglega vel núna sem við erum að tala og kannski líka að því að ráðherra sagði nú áðan að við þurfum ekki að finna upp hjólið þó svo að við þurfum að taka tillit til okkar sérstöðu. Þannig er eitthvað sem við getum lært af öðrum löndum sem þetta eftir í huga nefna líka? Já, við getum svo sannarlega lært af öðrum þjóðum og það er auðvitað bara mjög mikilvægt að við séum alltaf að fylgjast með því hvað er að gerast í Evrópu og þeirri þróun sem á sér stað þar. Kannski langar að nefna fyrst að það er mjög mikilvægt að þegar við erum komið með virkan viðskiptavettvang að það sé til staðar fullnægjandi regluverk sem að tryggir að allir sitji við sama borð. Það spila allir eftir sömu leikreglum og það er tryggt að ef að til staðar kemur einhvers konar misbrestur eða misnotkun á upplýsingum sem að leiði til þess að verð kann að taka breytingum, þá er til staðar eftirlitsheimildir fyrir eftirlitsaðilum til að grípa inn í. Og þetta er bara mjög mikilvægt að klára það verkefni að koma sterkum og skýrum hátternisreglum inn í núverandi regluverk.
og það bara nauðsynlegt að það verði gert sem fyrst og þar erum við að horfa til remit reglugerðar sem að svona sem eins konar fordæmi fyrir upptöku inn í breytingar á raforkulögum. Og síðan þegar við horfum kannski á raforkuöryggið þá náttúrulega skiptir mestu kannski að við viðurkennum að við viljum sjá að virkur markaður sé starfhæfur við það náttúrulega skapar samkeppni og laðar að nýja orkuframleiðslu ef að við erum með virkjan samkeppnishæfan markað og það auðvitað bara rosalega ánægjulegt að sjá þess að þróun eiga sér stað en á sama tíma eru þegar eftirspurnin svona mikil eftir orku þá þurfa að vera til staðar ákveðnir varnaglar í kerfinu sem að hægt að grípa til við sérstakar aðstæður og eingöngu í raun og veru þegar við erum kannski með markaðsbrest að nýta þær heimildir til þess að vernda heimili og smærri fyrirtæki. Og síðan kannski líka þarf að skýra svolítið betur í regluverkinu okkar hlutverk ábyrgð og skyldur leikenda á markaði. Og það eitthvað sem að mikilvægt að ná utanum til dæmis þegar við erum að horfa upp á hvaða aðgerðir og ákvarðanir raforkueftirlitið að taka þegar kannski stefnir í óefni. Og þetta ákveðnar aðgerðir sem hægt að grípa inn í að undangengnu mati eða áætlanagerð flutningsfyrirtækisins og það bara mjög gott að horfa í að svona skýra þetta hlutverk og ábyrgðarskiptingu. Þetta kannski svona fyrsta sem mig langar að nefna. Ok, við erum byrjuð að nefna raforkuöryggi. Við munum tala það í dag því þetta tengist auðvitað allt saman. En ég kannski bara ég byrja að fara aðeins ofan í það sem þú nefndir, Katrín Olga, varðandi þessa næstu dagsmarkaði. Geta þeir komið til móts við þessar þarfir eins og sem Embla var að nefna? Skila þeir fyrirsjáanleika, skila þeir meiri dýnamík og kannski svona einhver áhætta þar sem við þurfum að hugsa út í? Svona næsta dagsmarkaður skila náttúrulega sveigjanleika og ég held að það sé svona kristallast af því það nú talað mikið langtímasamninga sem alveg nauðsynlegt að hafa og ég hef nú verið að kynna svona eða fara yfir svona viðskiptaglugga á raforkumarkaði sem allt frá mínútuglugga yfir í langtímasamninga og allir þessi gluggar eiga rétt á sér á markaðinum. Það sem hefur náttúrulega vantað þessi næsti dagsmarkaður. En ef við erum búin að setja allt of mikið í langtímasamninga þá réttilega eins og nú náttúrulega að kalla það Elmu en Embla segir að það dregur úr sveigjanleika markaðarins og í rauninni getur verið ákveðin aðgangshindrun. Þannig að ég vil meina það að næsta dagsmarkaður eykur sveigjanleika. Næsta dagsmarkaður hjálpar líka upp á orkuöryggi. Bæði að því að við getum nýtt orkuna betur. Ég hef bent á það margoft að við erum að vannýta orkun okkar. Við erum með hana fasta í langtímasamningum og leyfum langtíma aðilum ekki að selja hana á markað. Og öryggið á báðar átti, bæði gagnvart neytendum og líka gagnvart kerfinu. Af því ef við erum ekki með næsta dagsmarkað, þá fara viðskiptin yfir á jöfnun orkumarkað sem neyðarmarkaður. Og það hefur áhrif á í rauninni öryggi flutningskerfisins okkar. Þannig að já, næsta dagsmarkaður eykur sveigjanleika. Já, þannig að þú varst að tala þessa skörun á milli jöfnunar orkumarkaðs og næsta dagsmarkaðs. Þetta gæti verið orðið smá flækjustig fyrir suma en eins og ég skil allavega jöfnunar orkumarkað þá hann hann að passa framboð og eftirspurnin í kerfinu sé svona í jafnvægi svo að það verði ekki bara rafmagnslaust því að við viljum ekki fá bara að spenna öll rjúki ég veit ekki hvert þannig að það svona kerfislegur markaður sem þarf að vera til staðar og þú ert að meina að það sé þarna skörun á milli. Mér langar að spyrja þig, Björgvin, hvernig sérð þú þetta? Ég ætla að gera svo góða pólitíkusar. Ég ætla að svara alltaf niður spurningu heldur en þú spyrð. Það má hér líka. Já. Ég held það ekkert, ég veit það, að við eigum gríðarlegar auðlindir hér í þessu landi og það meiri eftirspurn eftir rafmagni hér á Íslandi heldur en við komum nokkuð tíman til með að geta uppfyllt.
Það staðan, það verður staðan hér næstu áratugina. Og jafnvel þó við myndum setja alla virkjana hörðustu virkjanamenn Íslands á Alþingi og við myndum koma öllum þeim virkjanakostum í gegn sem þær eru, þá myndi það ekki breyta þeirri stöðu að það vantar ennþá rafmagn. Ok, þannig ef að það málið, að þá ég með svar við þessi spurningu af hverju við erum með raforkumarkaði hérna, sem fyrirsögn fundarins. Og ástæðan sú að við þurfum að koma upp með reglur sem úthluta þessari afmarkaðri auðlind okkar til notenda. Við þurfum að finna þessar reglur. Reyndar, þær reglur eru til í dag. Þær eru algjörlega skýrar, markaðsöflin ráða. Guðlaugur kom inn á þetta. Sá sem borgar hæsta verðið, hann fær rafmagnið. Sá sem ekki nær að borga eins hátt verð, hann fær ekki rafmagnið. Vandræðin eru að þetta getur haft ófyrirséðar afleiðingar á heimili og smærri fyrirtæki í landinu. Við hér þurfum að komast að því hvernig við ætlum að passa upp á þetta. Því að þetta vantar í regluverkið og þar með líkur þessari ræðuminni og þessi svari við allt öðru annarri spurningu sem var í jöfnunarorkumarkað. Jöfnunarorkumarkaður, hafið ekki áhyggjur af því, við skulum ekki ræða það í þessum fundi, ég held að það skipti engu máli. En ég biðst afsökunar á þessu Silja, en Guðlaugur kannski ánægður með mig að geta svara allt annir spurningu að þeir með benda mér. Ég ætla nú algjörlega að vera ósammálaður í jöfnunarorkumarkaði, skipta ekki máli. Ég held að flestir séu nú sammála það hérna í þessum sal, að því þetta náttúrulega neyðarmarkað til þess að passa upp á kerfið, þannig að það sé sagt. Mér langar að halda aðeins áfram og spyrja þig bara næst, Hjálmar. Bara ef við myndum fara í svona næsta dags markað eða einhvers konar fyrirkomulag sem við erum ekki með hér. Þú veist, ég er að reyna að skilja þetta, ég velti fyrir mér, þetta svona eins og ef ég kaupi 7 appelsínur fyrir vikuna, svo komin 50 dagur og ég sé bara að það eru 2 í ískapnum og ég hugsa, ég ætla að athuga hvort ég get ekki bara selt appelsínuna sem ég næ ekki að borða. Er þannig sem þetta myndi svona virka fyrir ykkur sem er að kaupa og selja, að það er hægt að maður á einhvern afgang og maður getur selt hann? Er þetta þannig? Ég held sem bara nokkuð þannig, sko. Mér langar bara að heyra Björgvin og Katrínu tala eins meira saman. Þetta er skemmtilegt. En varðandi þetta, ég held að, ef maður skoða bara heildarframleiðslu landsins, bara hvernig hún er í dag, þá er 92% grunnorka. Þannig að þú veist, það er lítið þarna eftir til að spila úr. 80% eru þetta í tvíhliða langtímasamningum og það er fyrirsjáleiki sem skiptir öllu máli, eins og Landsvirkjun er oft nefnt, þau vilja sjá fyrirsjáleikann og við líka sem söluaðilar og almennumarkaður, við sjáum það bara að stóru fyrirtækin á almennumarkaðinum er að biðja 2-4, helst 10 ára samninga út af fyrirsjáleika hjá þeim í rekstri en á samanskapi getum við ekki keypt neitt. Það er ekkert framboð af raforku. Þannig að næsta dags markaður gæti verið smá snúin þarna þegar við viljum svo fyrirsjáleikann en auðvitað geta hann komið á góðum nótum eða vindorkuverin poppa upp hérna vítt og breytt. En fyrir núverandi umhverfi og núverandi raforku þá nei, ég sé ekki alveg mikið tilgang. Það verður einhver velta í gegn en ég myndi halda að vera svip og í skammtímamarkaðunum í gegnum Landsvirkjun, það er kannski 10-15% af magninu sem fer þar í gegn. En það getur breyst með tilkomin nýra orkugjafa. Já, þannig að við erum að sjá svolítið að þetta verði svona svolítið bara mjög lítill hluti, allavega eins og staðan er núna í orkukerfinu okkar. Allavega fyrir mitt leyti, Ég held að ég myndi ekki vera að henda ómikilli áhættu inn á næstadagsmarkaðinn. Ég vil hafa öruggar og tryggja tekjur fram í tíma. Við erum með eigu Reykjavíkurborgar, við erum með almannafé, við þurfum að fara vel með það. Þannig að ég myndi ekki taka áhættuna þar, nei. Til þess þetta. Nú ætlum ég að fara í debatt við þig. En ég er alveg sammálaður, Hjálmar, með það að við förum rólega af stað. Þetta er þannig markaður og ég hef oft sagt að ef við ætlum að hafa kerfið algjörlega óbreytt, þá má alveg deilum það hvort að næstadagsmarkaður sé þarfur. En ef við ætlum í orkuskiptin og ef við ætlum í vindinn og sólina og ef við ætlum í nýsköpun, þá verður að hafa næstadagsmarkað. Þannig að við erum líka alltaf að horfa til framtíðar. Ok, þannig að við erum að horfa svona, kannski getum við verið sammála það að við ætlum það þarf að prófa alls konar, en það þarf að huga að áhættunni sem við tökum og kannski bara Embla og Tinna, bara önnur ykkar og Hanna Björg, ef þú vilt, þá ég ætla bara svona aðeins að bara pæla áfram í þessu
það sem að ég svo ofta spá í með þessa, af því að þetta kannski svona svolítið ekstrem eins og maður segir, það annarkvort sko, ef maður að tala skammtímamarkað og svo að tala langtímasamninga, þetta ekki alltaf spurning að við finnum eitthvað svona gott jafnvægi á milli þessara hluta og eins og ég skildi þig Embla, að þá vildið þú jafnvel, þú bara leiðréttir mig, sjá að sölufyrirtæki geti jafnvel gert fleiri langtímasamninga sem að þá allavega svona fræðilega svolítið að draga úr seljanleika markaðarins og við viljum hafa seljanleika en líka öryggi, þannig að já, hvernig finnum við þetta jafnvægi? Ég veit að þetta svolítið stór spurning en bara... Það allt í lagi. Sko, það tiltölulega nýtt að sölufyrirtækjum bjóðist ekki langtímasamningar og lengi vel buðist sölufyrirtækjum 12 ára samningar, svo það 5 ára samningar, 3 ára samningar og svo í rauninni, þetta bara 2 ára gamalt að það sé selt í þessum árlegu blokkum og þá fyrir milligöngu eins og Vonaskars og líka Elma í framtíðinni og ég held að við ræðum þetta mikið innan hús hjá okkur en maður endar alltaf á sama stað og hann sá að það skiptir í rauninni ekki máli hvað þú setur á laggirnar marga milliliði ef það í rauninni einn aðili sem að koma með allt framboðið og þá auðvitað sá aðili rosalega ráðandi í öllu fyrirkomulaginu og við sjáum það að eins og þú talar að það var erfitt þegar að beiðnakerfi var að forgangsraða en það í sjálfu sér sko þessi eini aðili, hann mun alltaf þurfa að forgangsraða, hann í dag að forgangsraða og að velja þannig að það aldrei komið fram hjá því og við hjá Straumlind, við viljum áfram sjá tvíhliða samninga en við erum ekki neikvæð gagnvart markaðsfyrirkomulagi og við höfum bæði tekið þátt hjá Elma og hjá Vonaskarði og við styðjum framþróun alveg klárlega og einhver blanda af langtímasamningum og skammtímasamningum auðvitað sú niðurstaða sem ég held að við komumst á að lokum. En það þetta millibils ástand sem vissulega mjög krefjandi. Já, ég ætla að byrja að koma inn á þetta með langtímaviðskipti versus skammtímaviðskipti. Þekkja allir hér inni að þetta minnihluti viðskiptana í dag sem skammtímaviðskipti en síðan held ég sko þróunandi framtíðar að það bara þarfir þeirra aðila sem að starfa markað sem munu stýra því hvernig þetta hlutfall verður til framtíðar og ég held að sú stýring ekki að koma ofan heldur bara þarfir raforkunotendans sem að stýra því. Sko, varðandi langtímasamningana og það viðskipta fyrirkomulag sem við erum með hér á landi sem það snýst allt langtímaviðskipti, þetta snýst allt fyrirsjáanleika en af hverju? Spyrjum okkur á því. Það auðvitað út af því að við erum að reka lokakerfi 100% með 100% endurnýjanlegum orkugjöfum sem ekki með neitt jarðefna eldsneyti á hliðarlínunni. Þannig að sko fyrir samkeppnishæfni iðnaðar í landinu að þá skiptir fyrirsjáanleikin miklu máli. Við erum með lágt og stöðugt raforkuverð til almennings í landinu, það líka vegna þess að við erum með langtímasamninga, langtímaviðskipti og það styður líka, það tryggir ekki raforkuöryggi en það styður við raforkuöryggi almennings. Og síðan ætla ég að koma inn á þetta sem að bæði Hjálmar og Elma tala sem að fyrirsjáleiki fyrir sölufyrirtækin í innkaupum á raforku fyrir almennamarkaðinn og ég ætla bara að endurtaka sem ég sagði áðan að við erum að gefa við erum alltaf að auka framboðin á almennamarkaðinn og meira en sem nemi vöxtun sem því það aðri framleiðendur sem að draga sér tilbaka og við getum ekki haldið áfram að bara auka alltaf og auka í ef aðrir dragast tilbaka þannig að það út frá raforkuörygginu eitthvað sem mikilvægt að koma böndum yfir og Elma tala líka það í gegnum tíðina þá aðeins misjafnt frá ári til árs hvort að Landsvirkjun hefur verið að bjóða samningan til 1, 2, 3 eða alltaf 5 ára inn á almenna markaðinn að hluta til fyrir það eftir stöðun í kerfinu hverju sinni. Við þekkjum vel innkaupamynstur sölufyrirtækjanna fyrir almenna markaðinn og það þannig að sölufyrirtæki tryggja sig alltaf langhæsta hlutfallið 12 mánuði fram í tíman, aðeins minna 24 mánuði fram í tíman og svo framvegis. Þannig að með því að bjóða ársblokkir 1 og 2 ár fram í tíman að þá teljum við að stórri þörf sé mætt og þetta svona alltaf einhver jafnvægislist því að það alveg rétt ef það væri ennþá meiri fyrirsjáanleiki það væri verið að bjóða ársblokkir ennþá lengra fram í tíman að þá myndi það hjálpa
þeim sem eru starfandi í dag og styðja við aukið raforkuöryggi, en síðan eru líka einhverja aðila kannski sem hugsa til hreyfings og vilja koma sér fyrir á markað og þá er kannski óheppilegt að sé búið að festa of mikið á kaupunum langt fram í tíman þegar þá myndi skapast þarna ákveðin aðstöðumunur, þannig að við þurfum alltaf að huga þessari jafnvægislist því við viljum auðvita, þetta er samkeppnismarkaðir og sé sem heilbrigðust og öflugust samkeppni á þessu markaði. En herðu, að því að við hefum ekki mikinn tíma eftir, að þá eru hérna spurningar frá Slætó sem að ég var búin að lofa að koma að og vinsælasta spurningin, henni er beint að ykkur, hérna, Katrín Olga og Björgvin Skúli og bara byrja á þér, hérna, hver er mækinn? Já, Björgvin Skúli. Hver er viðskiptakostnaður á mörkuðum Vonarskarðs? Er þetta eitthvað sem að við megum tala um? Já, þetta er vinsæl spurning. Hérna, og sjálfsagt mál bara svarinni. Fólk er dauðhrætt við milliliði í allskyns viðskiptum og telja þeir séu til ógagns og þeir eru það oft. Það sem Vonarskarð selur er gagnsæi og við sýnum það sem hér er verið að tala um, hversu margir vilja kaupa og hversu margir vilja selja, það er það sem við seljum. Hjá Vonarskarði starfar enginn í fullu starfi. Öll tölvuvinna er bara hjá verktökum eftir því sem á þarf að halda og reksturinn sömuleiðis. Öll lögfræði þjónusta er bara keypt inn þegar við þurfum á því að halda. Viðskiptakostnaðurinn á markaðnum í dag, það sem við stefnum að, er 0,05% af því sem fer í gegnum markaðinn. Það, fyrir þá sem eru fljótir að reikna, þá kannski er það í kringum 3 milljónir króna á mánuði sem fer þó í því að standa undir öllum rekstri fyrirtækisins. Og það er bara markmið okkar að halda okkur undir þeirri upphæð og það höfum við sagt við þá sem að taka þátt á markaðnum hjá okkur. Já, við erum svo lánsum að vera ekki komin í lofti þannig að viðskiptakostnaður okkar er ekki alveg komin upp á yfirborðið. Okay. Já, en við erum að vinna í því og við höfum sagt opinberlega að við munum vera með viðskiptakostnað sem er bara sambærilegur á öðrum mörkuðum eins og Guðlaugur Þór virkaði, þetta er vitnað í, við erum ekkert að finna upp hjólið. Við erum náttúrulega með stærri starfsemi heldur en Björgvin, við erum 3 og við erum að kaupa þekkt viðskiptakerfi. Við leggjum mikla áherslu á innra eftirlit og erum með lögfræðing hjá starfum hjá okkur sem að hjálpar þá til við ytra eftirlitið. Þannig að það er allavega nætt að segja það að viðskiptakostnaður okkar verður ekki dýrari heldur en þekkist á svipuðum mörkum í Evrópu. En bara örstutt, þá erum við þurfum að, má ég taka eina örstutta, bara stutt svar og ég veit að samt ekki er til stil, ég verð að taka þessa spurningu. Eru 1 eða 2 raforkumarkaðir á Íslandi? Og bara, þú veist, nei, já eða kannski. Ég skal byrja, það er 1 markaður. Í dag er 1 markaður en eins og ég sagði áðan, það er líklega stærsta vandamálið okkar. Það er einhvern veginn að koma heimilum undan því að vera bara í beinni samkeppni við Bitcoin-gagnaver, þið veitir, sko. En það er sannarlega 1 markaður í dag. Já, það er bara 1 markaður og samkvæmt þessu eftirlitinu er það þannig. En mögulega, eins og Björgvin segir, mögulega þarf að hugsa leiði til þess að skipta honum einhvern veginn, en leið að gæta jafnræðis á markaði. Það þarf einhver að svara pínu öðruvísi. Vissulega er 1 markaður, en það sem við viljum benda á er að þegar að stóriðja kaupir af markaði, að þá getur sem sagt sú orka ekki svo glatt komist aftur tilbaka til heimilana, af því að almennt séð er stóriðjuorkan farin til stóriðjunnar. Þannig að það er ekki þannig að það eigi sér viðskipti stað á milli heimila og stóriðju og ég myndi segja núna þegar freistnivandinn einhverju leyti að framleiðendur, það er freistandi fyrir þá að selja til stóriðju og þá er svolítið hætt við því að magnið flytji sér þangað og að almenni markaðurinn sitja aðeins eftir. Er ekki bara sátt að til að 1 markaður er 2 undirmarkaðir? Ég held að við séum alveg sammála um það. Það er 1 markaður hér á landi en það er samkeppni um sömu orkuna. Og það er bara mikilvægt að meðan ekki er að koma í bráð nýtt frambúðin á markaðinn að það séu til staðar varnaglar og vernd fyrir ákveðna notendahópa í þessu ástandi sem við búum við núna. Herri, ég bara þakka ykkur kærlega fyrir. Góðar umræður. Já, við komum aftur eftir 10 mínútur. Og mér langar þá bara að bjóða
Óla, Silju og þáttangundur sem byrja núna í seinna pallborðinu að koma sér fyrir og við ætlum að horfa á stutt myndskeið og heyra frá fleirum á meðan. Gjörðu svo vel. Ég held að það sé engin önnur leið en að sætta sig við að láta lögmál markaðarins ráða. Markaðir leysa vandamál skortsins að því leyti að við markaðsverð að þá fá allir keypt sem vilja kaupa og allir geta selt sem vilja selja. Og þá í sjálfu sér engin skortur í þeim skilningi að enginn hefur óuppfylltar þarfir miðað við verðið sem að ríkir. Við höfum haft það fyrirkomulag eins og mjög mörg ríki í gegnum áratugi að þessi fyrirtæki sem framleiða orku og dreifa orku hafa verið opinber fyrirtæki og hafa verðlagt sína þjónustu á kostnaðarverði. Eftir því sem eftirspurnin svona vex með þróuninni og sífellt dýrari orkukostir eru á jaðrinum, þá kemur að því að þetta gengur ekki upp. Það rauninni bara stærra orkukerfi sem svo geta til þess að afhenda. Ef að það í lagi, þá allt annað í lagi. Þá virka markaðir, þá virka framboð og eftirspurn. Ef að það fer ekki að lagast, þá muni kostnaður notenda, allra notenda, hækka verulega hér á Íslandi. Það væri mjög slæmt. Ef við værum ekki með stórnotendur út all land, þá væri raforkuverð miklu hærra. Raforkukerfið, þó að megi betrumbæta það, þá væri raforkukerfið mun verra. Vegna þess að heimilin spila ekki það stóran þátt, þannig að heimilin ekki neinni samkeppni við stórnotendur. Ef að við förum ekki að virkja og förum ekki að nýta betur þá kosti, að þá þetta lenda allir í vandræðum, bæði stórnotendur og heimilin. Með tilkomu aukinnar vindorkuvinnslu þá verður sívaxandi áhersla á jöfnun á móti vindorkunni sem að kannski best kemur úr vatnsafli. Það hefur verið nokkuð tíðrætt raforkuöryggi almennings og heimila í landinu og ég tel sjálfur að við eigum að leggja áherslu á dreifða framleiðslu í minni einingum þar sem það hagkvæmt og skynsamlegt á ýmsum stöðum landið. Ég held að séu dálítið krítískir tímar framundan í því hvað við ætlum að gera sem þjóð í orkuskiptum og hagsæld. Við þurfum að velja og hafna hverjir fá orkuna, það liggur alveg fyrir við sem samfélag. Það verður ekkert alltaf nóg fyrir alla, en við þurfum að gæta því að fara skynsamlega með og viðhalda þekkingu og störfum í landinu. Við finnum aðeins fyrir því að hlutir taka tíma, langan tíma, að koma breytingum í gegn. Og svo það líka náttúrulega þetta jafnvægi á milli þess að geta verið með þennan fyrirsjáanleika sem við þurfum að hafa, en brugðist við breytingum til skamms tíma og gert það kannski með sveigjanlegri hætti en hefur verið í boði eða hefur tíðkast hingað til. Ef ég tala út frá okkur í gagnaversiðnaði, sérstaklega, að þá Ísland kannski eyja en við erum alls ekki eyland þegar kemur að því að vera í samkeppni að fá þessi spennandi verkefni hingað til lands. Og það mjög skemmtileg reynsla að koma inn á þann markað þar sem við getum gert langtíma samning orku, getum síðan verið með ákveðin sveigjanleika varðandi kaupa markaði á móti, erum síðan með glatvarmaverkefni og vitum bara hvernig við getum verðlagt það, hvernig við getum verðlagt það að kaupa rafhlöður og skafa þannig af einhverja toppa í notkun á dýrustu tímunum. Getum sagt að kerfið þar sé orðið að einhverju leyti þroskara og það eitthvað sem við þurfum að komast lengra hér til að við séum ekki í skertri stöðu gagnvart þeim sem við erum að keppa við í nágrannaríkjum okkar. Það sem við þurfum að varast þegar kemur að raforkumörkuðunum það að skerða ekki þá verðmætasköpun sem að raforkan stendur undir. Þau fjölmörgu störf, afleidustörf sem eru víða land sem að þessu fylgja. Bæði heimili og fyrirtæki þurfa að búa við raforkuöryggi. Með hliðsjón af þessu þá eru þetta sölufyrirtækin eða dreifiveitunar sem að hljóta bera ábyrgð á því að tryggja sínum viðskiptavinum nægt framboð af orku. Og þarna þurfum við öll að gera betur, spýta í lófana og framkvæma, láta þetta verða veruleika fyrir samfélagið. Núna ætlum við aðeins að taka þetta aðeins að taka orkufrekan iðnað meira kannski inn í samtalið og kannski það sem ég held að við viljum öll, bara hvernig getur orkufrekur iðnaður, heimili, minni fyrirtæki, hvernig getum við öll bara blómstrað á tímum orkuskipta. Við þurfum einhvern veginn að finna út af þessu og ætla ég að kynna aftur frábæra viðmælendur. Það lengst til vinstri Finnur Beck, framkvæmdastjóri Samorku.
Svandís Hlín Karlsdóttir, framkvæmdastjóri viðskipta og kerfisþjónustu þróunar hjá Landsneti. Það Guðrún Halla Finnsdóttir, framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar hjá Norðuráli. Egill Jóhannsson, deildarstjóri orkumiðlunar hjá HS Orku. Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar og síðast en ekki síst Sigríður Mosen, sviðsstjóri iðnaðar- og hugverkasviðs hjá Samtökum iðnaðarins. Ég ætla að fá að byrja á þér, Finnur, og ég ætla að passa mig að gleyma ekki Slido og bara ef að þið sjáu eitthvað á Slido sem þið viljið svara þá bara endilega gerið það bara. En ég ætla að byrja á þér, Finnur. Bara fyrir hvern eru raforkumarkaðir? Já, það er nú búið að koma svolítið inn á það í dag og Já. búið að vera mjög fróðlegt að hlusta á umræðina hér. Og ég held að það sé mikilvægt að við höfum það í huga að þessi umræða, hún er kannski svolítið lituð af stöðunni sem við erum á í dag. Það kannski komið aðeins fram í máli ráðherra þess að við erum að horfa til langra framtíðar. Og raforkumarkaðir eru bara gríðarlega þýðingamiklir. Í hvaða horfi sem þeir eru búin að þróast hér og alveg yfir í það að vera skipulagðir og gagnsæðir. Og eftir því sem við förum lengra í því, þeim mikilvægari verðaðir og þeim virkari. Og ég held að þeir séu bara basically fyrir, svo í slettinu, fyrir samfélagið allt. Það alveg sama hvort við horfum til þess að þeir náttúrulega eru svona vettvangur fyrir samkeppni sem að nýtist neytendum og kaupendum raforku. Þeir eru mjög mikilvægir fyrir fyrirtækin til þess að geta komið með vörunni svona markaði líka að fá skýr merki, verði sem kemur fram á mörkuðum, hvort sem að það er verði á morgun, verði eftir 5 ár eða 3 ár eða 10 ár, algjör svona grundvallar upplýsingar fyrir íslenskt samfélag. Og það er þá ekki kannski bara fyrir okkur sem erum hér og þó ég sé að tala að jafnaði fyrir hönd orkugeirans, en þá er það mikilvægar upplýsingar fyrir miklu stærri hóp. Það er bara grundvallar upplýsingar fyrir Ísland að fara inn í þessi umskipti sem eru framundan. Og þá nefni ég til dæmis bara þetta fyrirtæki sem mörg hver eru að færa öll sín viðskipti yfir í græna orku frá því að vera í jarðefnaeldsneyti, bara segjum samgöngur. Þau eru að vera stórir viðskiptavinir á þessum sviðum, þannig að það skiptir máli að þau geti hort á stöðuna og jafnvel tekið skynsamlegar ákvarðanir. Þetta getur ráðið til dæmis einhverju leyti hraða orkuskiptina. Hvenær markaðsverðið orðið þannig að það séu farið að vera hagkvæmt að skipta yfir í grænni orku. Og svo langar mig líka að nefna að fyrir stjórnvöld og fyrir íslenskt samfélag þá er mikilvægt að fá gagnsæi á stöðuna. Hver er staðan í íslenskum orkubúskap? Verðið á skipulegum markaði endurspegla það og þar alveg fáum við líka svona sviðsljósi varpað á samkeppnishæfni Íslands. Og það er náttúrulega sérstakt, ég verði bara að koma að, ég fer náttúrulega ekki neitt viðtalast að tala um rammaáætlun, að við erum að tala hérna markaðsöflin og bara örstutt rammaáætlun, ég ætla að reyna að tala ekki athyglisvert að skoða, svo skal ég klára, skoða frumvarpið með raforkulögunum frá 2003. Þar eru þetta hugsunin svo að aðilar geti farið á stað og grundvelli upplýsingarna sem þeir fá frá markaðnum. Og við heyrum hvernig ráðherra talar, en þá skýtur líka skökku við að þegar einhver ætlar að fara á stað, að þá býður hans bara margra ára ferill að fara í gegnum þungt og miðstýrt kerfi, leyfi mér að segja, sem heimilar nýja orkuöflun til þess að svara þörfun á markaðnum. Og það er þetta bil, þetta ósamræmi, leyfi mér að segja, sem að þarf að laga. Ok, takk fyrir það. Ég ætla að spyrja þig, Svandís, næst. Að þú starfa fyrir flutningsfyrirtæki sem er svona hjarta við að halda þessu öllu saman, þessari stóru vél sem að raforkukerfið okkar er. Hvernig þið að horfa á markað? Við komum aðeins inn á jöfnunarorkuna, við kannski förum ekki djúpt í tæknina þar, ég er svo sem alveg sammála því, en getur þú aðeins svona sagt okkur frá svona þinni sýn, bara á umræðuna og svona, já, hvernig þetta kemur flutningsfyrirtækinu við? Hvernig þetta lítið við okkur? Okkar hlutverk er náttúrulega að afhenda örugga orku til neytenda, þannig að raforkumarkaðir er náttúrulega sannanlega fyrir notendur raforkunar, annars værum við náttúrulega ekki að framleiða neitt ef enginn keypti neitt. En okkar hlutverk er í rauninni að afhenda hana á sem öruggastan hátt. Og tilgangur raforkumarkaða, þeir eru skilvirkir og gagnsæir, að það er í rauninni að stuðla fyrst og fremst frá okkar sjónarhorni að raforkuöryggi, algjörlega, bæði til lengri og skemmri tíma. Og það er í rauninni það sem við horfum á alla daga. Og talandi jöfnunarorkumarkaðinn sem er í rauninni þessi rauntíma stýring á framboði og raforku, framboði og eftirspurn, er náttúrulega bara lykil þáttur í því að ná að tryggja afhenda orku, að ná að afhenda örugga orku. Þannig að það er mikilvægur þáttur inn í þetta, að þetta virki allt saman vel. Og í rauninni þannig að við náum líka að nýta auðlindirnar okkar sem best.
Ok, ég ætla aðeins að því að hérna eru spurningar á skjánum og ég mun spyrja ykkur að því hvort þetta er verið 1 og 2 og þegar segja já, nei og kannski kemur að því að eftir. En svona að því að það var greinilega áhugi á þessum day ahead markaði og mér langar að nota næsta dags markaður þá einhver kemur með hugmynda betra orði og það er greinilega eitthvað sem að fólk hefur áhuga á. Og mér langar að spyrja þig, Guðrún Halla, hvað svona, hvernig, ég hef heyrt af því, þú veist örugglega miklu meira þetta en ég, að sumstaðar geti stórnotendur verið svona með einhverja pínulitla orku á þannig markaði. Er þetta eitthvað sem að, já, hvað finnst þér þetta? Hvernig sér þú þetta? Já, það er kannski bara öðruvísi uppbygging erlendis á þessu fyrirkomulagi heldur en hér á Íslandi. Við höfum náttúrulega byggt upp okkar orkuviðskipti á stórnotenda langtímasamningum og þannig hefur verið og umhverfið hefur byggst upp í kringum það. Þannig að ef það kemur næsta dags markaður á Íslandi þá eins og staðin er núna myndi hann taka til miklu minna magns prósentulega séð heldur en erlendis þar sem næsta dags markaðurinn dekkar kannski öll raforkuviðskipti þar í landi. Þannig að hér er þetta aðeins öðruvísi. Fyrir notendur eins og Norðurál þá er það ekki augljóst að við gætum nýtt okkur næsta dags markað og eins og staðin er núna þá eru náttúrulega bara ákveðin samningsatriði í langtímasamningunum þar sem banna endursölu. Þannig að það var ekkert endilega víst að við gætum selt inn á það markað og eins og staðin er núna þá er það oftast þannig að við myndum vilja kaupa þá upp í skerðingar frekar heldur en að selja og þá erum við líklegast kaupendur og markaðurinn eða það magnið sem væri að fara inn á næsta dags markað væri líklega ekki nægt til þess að sinna okkar þörfum. En hver veit hvernig framtíðin er, en það er svona bara út frá núverandi stöðu. Ok, ég kem að þér aftur en ég ætla bara að taka ykkur eftir röðinni núna. Egill, hvað segir þú um þetta allt? Þarfir samfélagsins, næsti dagsmarkaður, hvernig horfir þetta við þér? Ég tek undir með því sem hefur komið fram hérna áður að staðan í dag er kannski þannig að velta inn á næsta dagsmarkað er kannski ekki mikil. En í sögulegu samhengi hafa samningar náttúrulega verið gerðir miðað við aðstæður þá hvers tíma og þar hafa ekki verið kannski markaðir. Þannig að ég segi þá næsta dagsmarkað sem möguleika á að breyta uppbyggingu á þá samningum þegar kemur að því að annarkvort endurnýja eða gera nýja samninga. Þetta er svolítið svona eins og hvernig selurðu fyrsta símann við hvernig ætlar að tala, hvort kemur á undan, ég sé eins og staðan er í dag að það eru kannski ekki mikil viðskipti, en ég sé alveg fram á að þetta getur verið eitt af því tólum sem við notum til þess að tryggja það sem við erum að ræða eins og orkuöryggi og gegnsæi á markaði. Þannig að já, ég er algjörlega styðjandi þessum eina markaði sem að er í umræðinni. Ok, og svona, nú langar maður að spyrja þig, Hörður, bara og með tilliti til orkukerfisins okkar, hvernig horfir þetta við þér? Bara þarfir samfélagsins og svona þessi umræðu næsta dagsmarkað sem að áhorfendur hafa mikinn áhuga á að vita meira um? Já, ég held að það sé mikilvægt að skoða það, en ég held að það sé mikilvægt að tengja þetta kannski hlutverk okkar panels var að ræða þetta út frá sjónarmiðum stórnotenda og gera okkur grein fyrir fyrsta lagi bara hversu mikilvægir stórnotendur eru fyrir íslenskt atvinnulíf. Þetta er bara mjög mikill hotsteinn í atvinnulífsins sem farið í gegnum bæði fjármálakreppu og COVID á nokkur stuðnings og þetta er einaður sem oft talaði niður, hann er gríðarlega mikilvægur. Á þessu markaði þá erum við að keppa á alþjóðlegum samkeppnismarkaði þessi fyrirtæki. Sá markaður er mjög harður samkeppnismarkaður. Landsvirkjun hefur starfað í svona 60 ár. Vitið þið af hvað mörgum árum þar við myndum segja að væri svona góð eftirspurn eftir orkunni? Hvað haldið það séu mörg af þessu 60 árum sem eru? Það eru síðustu 3 ár. Það er svona síðustu 3 ár sem við hefum verið þannig og þetta eru aðstæður sem sköpuðust vegna Úkraínustríðsins og að Evrópa fór mjög illa að ráði sinni í uppbyggingu síns orkukerfis. Við þurfum að hugsa rosalega mikið hvernig við tryggjum samkeppnishæfni okkar gagnvart þessum iðnaði, því hann fer þangað sem orkan er hagkvæmust.
Og þetta á bæði við núverandi viðskiptavini sem eru svona 80% og ef við horfum á sviðsmyndina sem við í Samorku höfum talað fyrir, sem eru tvöföldun orkuvinnslunar, þá er líka svona 80% af þeirri notkun alþjóðlegu samkeppnismarkaður. Fyrirtækin koma eingöngu hingað ef við getum boðið samkeppnishæft umhverfi. Samkeppnishæft umhverfi kannski í fyrsta lagi verð. Ef við getum boðið samkeppnisverð, það bara númer 1, 2 og 3 og verður númer 1, 2 og 3. Græna orkan, jú, hún verður að skipta máli en það ekki margir sem vilja borga fyrir það. Og svo þriðja atriði fyrirsjáanleikin. Fyrirsjáanleikin algjört lykilatriði sem eingöngu tryggður með langtíma samningum. Það fer ekkert fyrirtæki í mörg 100 milljarða fjárfestingu, hvort sem í álveri eða rafeldsneytisframleiðslu, nema að viti hvert verðið Og ég verð bara að mótmæla því þarna að þegar menn segja, svo Björgvin vinur minn sagði áðan, að það alltaf endalaus orka eftirspurn orku í Íslandi og það var alltaf meiri eftirspurn heldur en framboðið. Þetta náttúrulega stenst enga skoðun. Þetta náttúrulega algjörlega háð verði. Á ákveðnu verði, og það segir okkur að verðið lágt ef þetta gerist, og þetta spyr líka hvað getum við framleitt mikið orku og hagkvæmu verði, það bara takmarkað. Þannig að samkeppnishæfni stóriðunnar í nútíð og framtíð ekki í gegnum næstarsmarkað. Ef við fyrir þá leið, þá erum við að kippa undan og við getum bara hort á Evrópu, þá var bara birta skýrsla Draghi var að birta skýrslu fyrir Evrópu. Það var sagt bara, megin ástæða fyrir efnahagsvanda Evrópu raforkukerfið. Það þetta sveiflukennda verð, eins og Hjálmar kom inn og sagði, viðskiptavinir okkar vilja fá langtímasamning. Af hverju það? Það bara því að þið nenni ekki að vera að fylgjast með markaðnum einhvern veginn. Það er grundvöllur fjárfestingar ákvarðarinnar. Og þeir eru basically í Evrópu að segja, við verðum að fara í íslenska módelið. Ef við ætlum að vera með atvinnulíf, og Sigurður getur þekkir auðvitað skýrslu, ef við ætlum að vera með öflugt atvinnulíf í Evrópu, þá þarf að vera íslenska módelið með fyrirsjáanleika. Samkeppnishæft raforkuverð. Ekki sveiflukennt verð og það svo alrangt að halda þið fram að það sé endalaust eftirspurn eftir raforku á Íslandi. Það það aðilar sem ekki verið að selja raforku. Það bara mjög töff að selja raforku. Erfitt myndi ég ekki, það líka töff. Sigurður, þú kemur kannski, þú svona í óbeinum hætti inn í orkugeirann, þannig að þú kannski ekki mikið að tala kerfisöng og eitthvað svoleiðis í vinnunni, eins og við hin, en hvernig horfir þetta við þér? Ég ætla að fá að svara ekki þessari spurningu, en ég með smá umgang. Ég kem reyndar beint og óbeint inn í þetta. Ég svo heppin að fá að vera í rauninni gæta hagsmuna stærsta kaupendahóps raforku á Íslandi og það ekki bara álverin. Á mínu sviði hjá samtökunum eru álverin, kísilverin, gagnaverin, líftæknin, landbúnaður sem eru auðvitað grænmetisbændur og svo framvegis og yfir 800 fyrirtæki. Þannig að ég kem svolítið beint inn í þetta og svo bætist það við að í mínu teymi einn helsti raforkusérfræðingur landsins sem heitir Lárus Ólafsson og ég ætla að leiðrétta áðan, hann örugglega búinn að lesa raforkulögin oftar en Herri, það rétt, ég þekki Lárus, hún að gleyma og hefur kennt mér allt sem ég veit í dag raforkumarkaði og raforkulöggjöfin og tók þátt í að koma henni á á sínum tíma í iðnaðarráðuneytinu. Þannig ég mjög heppin með það. Þannig ég rauninni sit hér sem fulltrúi bæði stóriðjunnar, líka gagnaversiðnaðar og upplýsingatækni og fleiri greina, matvæleiðnaðar og framleiðslu og þar á meðal þrífst ég og lifi og hrærist í orkumálum en ekki út frá þessum tæknilegu atriðum. Ég vil fá að taka undir fyrst allt sem að Hörður sagði áðan og reyndar aðrir sem sitja hjá mér í svona góða hópi. Ég þarf í rauninni ekki að endurtaka það en ég tek undir hvert einasta orð. Landsvirkjun og Samtök iðnaðarins ekki alltaf sammála öll smáatriði en þarna kom hann hittan naglann á höfuðið. Þetta snýst samkeppnishæfni Íslands og okkar lífskjör til framtíðar. Og mér langar líka að nefna 20 viðbót, eða þrennt. Bitcoin á útleið, bara aðeins til þess að leiðrétta Björgvin. Það verður ekki samkeppni við Bitcoin fyrirtæki hér til framtíðar. Og iðnaður ekki orkufrekur, hann orkusækinn, en öll atvinnustarfsemi orkusækinn. Það ekki bara stóriðja eða gagnaver, það líka ferðaþjónusta og sjávarútvegur. Og allar 3 af 4 útflutningsstöðum Íslands eru gríðarlega orkusæknar.
þar að segja krefjast mikillar orkunótkunar. Munurinn sá að stóriðja á Íslandi notar græna orku og meðan sjávarútvegur og ferðaþjónusta knýja sig áfram á olíunótkun. Og það það sem þriðju orkuskiptin núna ganga út á. Þannig að þetta ekki þannig að iðnaður sé mjög orkufrekur og aðrar atvinnugreinar séu einhvern veginn minni orkunótendur, heldur þau bara að nota annað form af orku. Og rétt í lokin í þessum stutta inngangi að við tölum stundum heimili og almenning og smærri fyrirtæki versus eða á móti stórnotendum. Þá vil ég bara benda á að það eru mörg stór fyrirtæki á Íslandi, jafnvel stærstu vinnustæði landsins, sem eru þá stór fyrirtæki en eru ekki stórnotendur raforku í dag, en verða það jafnvel eftir einhver ár og eru í dag að nota olíu. Þannig að við þurfum að hætta að skipta okkur í fylkingar á milli heimila, almennings og svo stórnotenda raforku. Við þurfum bara að horfa á, þetta allt heildarhagsmunir samfélagsins, að hagkerfið okkar sé sem sterkast. Ok, Takk. Já. Ég ætla bara örstutt, af því að ég þarf að bjóða nýjum í pallborðið. Ég ætla bara að spyrja ykkur örstutt, Finnur og Svandís, bara vinsælasta spurningin, 1 eða 2 markaður, já, nei eða kannski, bara svona rétt áður þið farið. Já og nei kannski. Nei, ég tek undir samhljóminn á fyrra pallborði að það einn raforkumarkaður og það sem að Sigríður var að tala um það gríðarlega mikilvægt. Við erum með, talandi frá flutningskerfi, við erum með 1 flutningskerfi og bara mikilvægt að við nýtum auðlindir og tryggjum raforkuöryggi á þann hátt líka og náum sem hagkvæmstu viðskiptum hverju sinni. Þannig að einn raforkumarkaður er mín afstaða. Já, ég held að svona í skilningi laganna sé klárlega svona einn raforkumarkaður og mjög mismunandi vörur og mismunandi lengd samninga en þetta var hann alltaf svo sama. Þessi raforkan alltaf svo sama. Ef ég hef tíma þá myndi ég halda ræðu þetta, en ég ætla ekki að gera það. Ég ætla að bjóða á svið. Þakka ykkur fyrir, Finnur Bekk og Svandís. Og ég ætla að bjóða á svið Kristján Þór Snæbjarnarson, formaður Rafiðnaðarsambandsins og fulltrúi SÍ, og Árnar Hrannar Haraldsson, framkvæmdastjóri Orku náttúrunnar. Já, ég ætla kannski bara að byrja á ykkur örstutt. Hvernig bara í nokkrum atriðum, hvernig leggst þessi umræða í ykkur? Já, takk hérlega fyrir og bara takk hérlega fyrir að bjóða ykkur að vera hérna með ykkur. Þetta virkilega áhugaverðar umræður. Ég held að, þessar umræður leggjast bara, þetta spennandi að fylgjast með þessu. Þetta spennandi að horfa á og heyra hvað að þroskast. Ég held að við séum þetta bara á ákveðnum stað í þessu og að sumpart á villigötum í umræðinni. Ég held að við þurfum þetta bara að rýna mjög vel í þá stöðu sem upp í dag, hvernig við ætlum að nota okkar orku til þess að forgangsraða í uppbyggingu samfélagsins. Af því að við þetta viljum vera með þessa orku í störfum sem eða semst nýta orkuna til atvinnustarfsemi sem að skapa störf og verðmæti fyrir samfélagið. Við erum auðvitað í mikilli sérstöðu eins og hefur komið fram frá ráðherra og fleirum. Þar sem að við auðvitað erum í lokuðu kerfi sem að við þurfum að búa við og auðvitað eigum að horfa svolítið til þess. Við þurfum auðvitað bara að varast það sem að við sjáum í kringum okkur sem að ekki að nýtast vel. Þannig að ég held að sé gott að taka umræðuna og rýna þetta en gera þetta á þeim nótum að það sé hægt að verja auðvitað heimili landsins og stöðu þess. Já, mér finnst þetta bara stórskemmtilegt maður tók eftir í áðan að við vorum varla að byrja þegar þetta var búið og við getum örgulega talað í allan dag um þessi málefni því að það svo margt að leysa úr og þannig að ég held að það sem ég finnst standa svolítið upp úr í þessu að við erum náttúrulega líka að tala með markaðan og við erum að tala hvernig aðstæður í dag en aðstæður í dag ekki eins og aðstæðan verður til 5 ár. Við erum að tala orkuskiptin, við erum að tala okkur vantar nýja orku, við þurfum markaði til þess að vinna með það og við þurfum svolítið að vera framsýn í að horfa hvernig verður þetta, hvað þurfum við til þess að þetta verði og við þurfum að vinna svolítið hratt núna meðan þetta auðveldara að laga til í bæði regluverki og fleira til þess að þegar við komum eftir 5 ár, þegar við erum komið með vindorku og við erum komið með sjávarorku mögulega eða birtuorku,
Þannig að mér finnst þetta svona vera líka hluti sem er mjög mikilvægt. Og svo náttúrulega tekur maður auðvitað undir að það er mikilvægt að við séum að passa upp á að heimilin njóti vissra verndar en það þarf líka bara að finna út af því. Ok, mig langar að grípa aðeins boltana því að ég búin að lesa nýjustu breytingar á 4. raforkutilskipun sem að ég veit að þeir eru kannski ekki öll búin að lesa en ég kynnti mig það eins og það fannst mér vera svolítið svona rauðu þráður sem svona svolítið sem ég held að þið hafi verið að koma inn á með svona kannski aðeins hvernig maður túlka það en það var þetta með það er þetta með langtímasamninga á móti virkum markaði og hvar liggur þetta jafnvægi? Sigríður, má ég spyrja þig, bara ertu búin að pæla í þessu líka? Já, ég var aðeins pælt í þessu, en og við fögnum því og höfum kallað eftir því á samtökum iðnaðarins að markaðir verði virkari og við fögnum stofnun Elmu og Vonaskars og því sem þau eru að gera gríðarlega mikið. Hins vegar, eins og Hörður kom inn á áðan, þá verðum við líka að passa upp á þann styrkleika að geta tryggt fyrirtækjum, fjárfestum og þeim sem vilja byggja upp á Íslandi til lengri tíma verð sem samkeppnishæft við aðra markaði sem tryggir verðmætasköpun til lengri tíma á Íslandi og skapar störf eins og komið hérna inn á háframleiðni störf nota bene og það hefur verið vandamál í Evrópu að störf þar hafa framleiðni starfa í Evrópu hefur lækkað, það hefur ekki gerst á Íslandi þó við viljum auðvitað sjá enn meiri framleiðni. Þannig að það þarf einhvern veginn að finna þennan fína milliveg þess að markaðir þroskist enn frekar en á sama tíma við gætum að þessari sérstöðu sem að Evrópa er núna að horfa til. Af því að við viljum ekki bara að þetta verði einhverjir leyfum að sletta kúrikamarkaðir þar sem menn koma hérna inn til skamms tíma í vinnslu eða framleiðslu sem að flyst svo út eftir 1 eða 2 ár og öll orka sé selda á skammtímamarkaði. Þannig ég er ekki með lausnina alveg en það þarf að vera einhver millivegur þarna. Og við erum auðvitað líka í þessari umræðu og við upplifum svolítið svona við klestum á vegg hérna síðastliðin vetur þegar umræðan raforkuöryggi heimilanna var sem hæst og það bara af þeirri ástæðu að raforkuframboð hefur ekki haldið í við vöxt og viðgang samfélagsins og þá erum við ekki bara að tala einhverja ímyndaða endalausa eftirspurn heldur bara vöxt, fólksfjölgun og svo framvegis. Þannig við þurfum auðvitað fyrst og fremst að leysa það en í öðru lagi að finna einhverja línu þarna á milli. Skammtímamarka og langtímasamninga. Að beina þessari spurningu áfram út röðina og líka það sem ég hafði svona áhuga á að vita er bara getur við kannski lært, ef að Evrópa til dæmis hefur gert eitthvað mistök, getur við eitthvað lært af því? Það er svona auka pæling. Já, fyrst áðurinn það ætla að svara spurningunni er 1 markaður eða 2 markaður. Á Íslandi er 1 raforkumarkaður sem skiptist í að minnstu kosti 4 undirmarkaði. Og þetta er stórnotandamarkaðurinn, þetta er heildsölumarkaðurinn, þetta er smásálaraforku og þetta er kerfisþjónusta. Þannig að hann skiptist síðan í 4 undirmarkaði sem má alveg skilgreina á ýmsan hátt og er ekki alveg ljóst kannski á samkeppnishæftunni hvað á hvaða stað en samkeppni hefur ítrekað fjallað um þetta og þetta er líka svona í Evrópu. Þannig að þetta er eins og matvörumarkaður, það er 1 matvörumarkaður en svo er sérstakur markaður fyrir lambakjöt og mjólkurvörur þar sem gilda sérreglur. En varðandi langtímamarkað, ég held að þú myndir spyrja viðskiptavini. Ef þú myndir spyrja fyrirtæki sem var að fara að byggja upp eitthvað starfsemi, þá myndi hann alltaf segja ég verð fá langtímasamning. Vandamálið í Evrópu þar sem hann notar mikið jarðefnaeldsneyti, þá getur raforkufyrirtækið ekki gefið langtímasamninga því hann veit ekki hvað jarðefnaeldsneyti er. Við á Íslandi erum með endurnýjanlega orku þannig að við getum gert langtíma raforkusamninga án áhættu fyrir orkufyrirtæki þannig að við getum gert mun meira heldur en Evrópusambandið. Og ég held að sé mjög mikilvægt þess að segja að nýta reynsluna frá Evrópusambandinu og bara lesa skýrslu sem Raggi var að skrifa í síðustu viku hvaða áhrif þetta hefur haft á samkeppnishæfni í Evrópu og gera þetta á íslenskum forsendum. Já, ég er ekki lögfræðingur og hef ekki kynnt mér þetta alveg til hlíta en ég er nokkuð viss að Samkeppniseftirlitið hafi sagt að veru réttilega 4 markaðir. Fyrsti var flutningur, svo var dreifing, svo var framleiðsla og heildsala og sá síðasti er sala til endanotanda. Þeim markaði síðan skipt í hluta, ekki beint markaði en hluta. Og við erum hérna til þess að ræða stórnotandamarkaðinn. Hvernig við getum nýtt í raun stórnotendur í að tryggja orkuöryggi. Ég held að þeir geti alveg spila þátt í því að sérstaða íslenska kerfisins er að við erum með lokakerfi. Við erum með endurnýjanlega raforku og
uppáhaldsorðið mitt breytilegur kostnaður við framleiðslu á raforku, eða sem sagt við þurfum ekki að ná í kol eða gas til þess að framleiða raforku. Breytilegi kostnaðurinn hverfandi eða sáralítill. Og fyrir vikið þá mjög dýrt að vera með fullselt kerfi, af því að hvernig ætlum við að útvega síðustu megaváttstundirnar sem okkur vantar. Og þar held ég að stórnotendur geti bara spila mjög stóran þátt í að draga þá úr notkun, sem getur verið kostnaðarsamt fyrir suma. Það er miskostnaðarsamt, það er kostnaðarsamara fyrir til dæmis álver heldur en til dæmis gagnaver. En ég held að sé gríðarlegt tækifæri fólki í því að vera hér með öflugan markað sem getur einmitt sinnt þessu hlutverki sem okkur vantar hérna í þessu lokaða kerfi. En eru við ekki stundum samt hræddum að þegar ef þú ert stórnotandi sem áður með að gera þetta, að það sé þá að spila einhvern veginn á kerfið og hækka verðið þannig? Ég held að í þessari útvæðslu þá ert að tala svo lítinn hluta. Þú ert að tala síðustu megaváttstundirnar. Síðustu megaváttstundirnar verða alltaf dýrastar. Það er dýrast að kveikja á kolaorkuverinu og þess vegna kemur það síðast inn á markaðum erlendis. Ég held að meðalverð raforku sé ekki að fara að hreyfast mjög mikið út af þessari þá þjónustu sem stórnotendur væru að veita markaðnum. Ég held ekki, nei. Guðrún? Álverin á Íslandi eru náttúrulega að nýta græna raforku til þess að framleiða græna stál í heimi og þar erum við að skapa störf á Íslandi og við erum að skapa gríðarlega miklar útflutningstekjur fyrir þjóðina. En við erum að keppa á alþjóðlegum samkeppnismarkaði eins og Hörður kom inn á og það er bara gríðarlega samkeppni þar og mikil verðnæmni, þannig að einmitt allt tal að það sé endalaus eftirspurn háð verði. Leið og Ísland bara missir sína samkeppnishæfni út af of háu raforkuverði, þá fer þessi eftirspurn. Bara svo að það sé alveg á hreinu. Hins vegar er það þannig að einn af þeim lærdómum sem Evrópusambandið hefur dregið nýlega er að það þarf að vera meiri áhersla á langtímasamninga og nú er verið að einbeita sér að því hvernig er hægt að búa til umhverfi fyrir langtímasamninga. Þannig að því leytinu til erum við allavega betur sett en þau og við verðum að passa upp á það að við höldum ennþá í hana fyrirsjáanleika, í þessa samkeppnishæfni og tryggjum að við sem Íslendingar njótum góðs afs. Já, bara til þess að draga saman það sem eiginlega hefur verið sagt, auðvitað getum við lært af öðrum, annað væri nú eiginlega galið, Ég er líka sammála því að langtímasamningar eru mikilvægir. Hörður kom vel inn á áðan með fyrirsjáanleikann og við viljum öll hafa fyrirsjáanleikann, báðum með við borðið í raun og veru. Og svo varðandi kannski svona endursölu stóriðunar, þá finnst mér, ég er alveg sammála því að það er góð hugmynd, en það bara stýrinu vel og rétt. Því að eins og segi, það er alveg tækifæri og möguleikar að það yrði misnotað, en í heildina myndi ég ekki halda það, en ég myndi allan daginn bara segja að við þurfum að stýra þeim mjög vel. Kristján? Herru, já. Hvað innlegg þetta? Fyrirgeðu. Já, bara hefur þú innlegg þetta? Já, ég skal bæta aðeins inn í þetta. Ég held auðvitað að sjálfsögðu eigum að læra af því sem er verið að gera í Evrópu og svona þeirri þróun sem þar er. Ég held að við ættum líka svolítið að rýna í bara uppbyggingu okkar kerfis. Við náttúrulega við viljum auðvitað hámarka þau verðmæti sem að auðlindirnar okkar eru að skila samfélaginu. Það hlýtur að vera svona megin stefið í þessu. Við viljum gera langtíma samninga sem að tryggja þá rekstrarforsendur kerfisins og bara nákvæmlega eins og er í dag. Við erum að selja 80% orkunnar til stóriðju og þetta máli deilum það. Erum við að selja rétt störfi eða semst rétta framleiðslu eða ekki. Ég er svo sem alveg á því að við séum að gera mjög vel þar. En síðan auðvitað bara uppbygging raforkukerfisins. Ef við skoðum okkar markað versus þá Evrópu, virkni markaðarins í Evrópu er svolítið þessi að á sumum tímum er nóg af orku og öðrum tímum er skortur. Og öflin þar snúast það að nýta orku sem að þarf að framleiða, eða verður framleidd og þarf að nota, á meðan að á þeim tímum sem að síðan eftirspurnin er mikil að þá auðvitað er skorturinn viðvarandi. Við erum
í þeirri stöðu með okkar uppbyggingu, þar sem við erum með vatnsaflið náttúrulega svona megin stoð kerfisins, það hluti sem að getur geymt orku tiltölulega vel og getur þar af leiðandi tekið á sveiflunum. Þannig að ég svona velt alveg fyrir mér, hvenær koma á tímapunktarnir í okkar markaði þar sem að raforkuverð mun fara niður eins og gerist í Evrópu. Og í raun og veru til þess að verja þá þessa notendur eins og heimilinn og minni notendur í landinu, við þurfum auðvitað bara að verja það að það sé sífelldar hækkanir þar. Þess vegna held ég að við þurfum svolítið að stíga varlega áfram í þessu af því að við erum bara ekkert í sömu markaðsöflum eins og erlendis. Raforkan hefur verið svona það sem við höfum búið að orka yfir höfuð, sem hefur verið hagstæð fyrir okkur, sem við eigum auðvitað að halda í, þurfum að hámarka verðmætin síðan sem við seljum til atvinnurekstrar. Og í raun og veru ekki lendi í þeirri stöðu eins og með lambakjötið, að lambakjötið núna ekki eftir markaðsöflunum fattaru og svolítið að hækka hjá okkur, við erum að glíma við það. En já, þannig að þetta svona, við þurfum að læra því sem gert erlendis og bara átt okkur á þeirri raunverulegu stöðu sem við erum í sem eyland, sem lokað kerfi og hámarka þessi verðmæti auðlindar. Já, ég verð að fá að spyrja núna frá Slido og Hörður, þú ert með mækinn, þannig að svo spurning bara fyrst á blaði. Má ég fara að taka aðeins að fara inn í aðra spurningu sem ég held að sé enn áhugaverð fólk hefur ennþá meira áhuga að heyra. Ok. Af því að Landsvirkjun er langt stærst, það vita það allir, en við náttúrulega ræða endursölustórið. Ég held að það sé, það koma nokkur svona fram og ég held að það sé mjög áhugavert að ræða það. Fyrst leiðrétta að það ekki bann við endursölustórið í samningunum, það ákvæði í samningunum að það skal hafa samráð við Landsvirkjun endursölu. En Landsvirkjun hefur aldrei neitað endursölu á raforku, það maður að segja sér, en eins og kom fram með Guðrúnu þá það yfirleitt í hinni áttina að þau vilji kaupa. Og raun og veru, til dæmis að það hafa verið skerðingar, þá er raun og veru listi sérstaklega yfir alltaf að endursala heimil. En það líka mikilvægt að gera sér grein fyrir að þessi samningar við stóriðuna eru líklega flóknustu samningar sem eru gerðar á Íslandi stærstu hagsmuni Íslands sem sala á þessari frábæru auðlind okkar í langtímasamningum við feikilega sterka samningsaðila. Feikilega sterka samningsaðila sem eru með mjög sterka samningsstöðu, mjög mikla reynslu, semja allan heim og halda geysilega vel alla sína hagsmuni. Í þessum ákvæðum eru gagnkvæmar skyldur og sveigjanleiki. Og við höfum, þetta hefur aldrei komið til tals í samningunum að taka þetta út, af því að í samningunum eru önnur ákvæði sem eru mjög hagstæð, það að það er ekki 100% kaupskylda, sem í öllum öðrum löndum, það 85–90% kaupskylda, þannig að þau geta dregið úr án þess að hafa neitt kostnað og við sitjum upp með orkuna. Við náum líka með samningunum að ná okkur sveigjanleika okkar megin að selja þeim skerðanlega orku. Þannig að við náum að nýta kerfið svona 8–10% betur með því að nýta það og ef það væri heimilin endursala þá gætum við ekki selt skerðanlega orku. Þannig að ef þetta yrði gripið inn í og þetta yrði, fyrsta lagi þá þetta fyrst mér að vera samningsatriði milli fyrirtækjanna. Það er mjög sérstakt að grípa inn í tvíhliða samninga, tala ekki tala stærstu viðskiptahefti hagsmuni Íslands, að utanaðkomandi aðilar tjái sig frjálslega að þetta bara kippa þessu sambandi eða þetta bara breyta þessu með lagasetningu. Það var ótrúlega skammsýni og sérstaklega það gert að algjöru þekkingarleysi. En ef þetta gert, þá myndu samningarnir allir opnast. Þá verðum við að setjast niður aftur og endursemja skyldur afhendingu og sveigjanleikann. Af því að það er náttúrulega fáránlegt að þeir væru með þá 85% kaupskyldu og gætu svo bara átt hana og spila hana og selt og keypt þegar það er ekkert andi samningsins og það er alveg ákvæði samningstaka á þessu. Og við erum að minnka samningana af því að við gætum ekki selt þeim skerðanlega orku ef þeir myndu bara alltaf selja skerðanlega orkuna annað. Þannig að ef við opnum á þetta, þá myndum við þurfa að taka samningunum upp. Það eru flóknar lögfræðilega deilur, lögfræðingarnir eru mjög ánægðir og útkoman úr samningnum yrði verri fyrir báða aðila. En ég endursala alltaf heimil þegar á þarf að halda. Alltaf. Og síðan ekki talda fram með svo líka mjög flókið að það líka ákveðan Landsnet að við verum að afhenda ákveðan orkuna ákveðan punkt. Ef þeir selja orkuna á annan punkt, þá það ekki hægt. Að tala þetta svona frjálslega og halda þetta sér laust
og líka setja sko stóriðuna í stöðuna að þeir eru að bera ábyrgð á orkuöryggi heimilanna og endursala á stóriðu er yfir sko 200–250 $. Þeirra tap sko. Auðvitað ég var að leysa sko almenna markaðinn algjörlega fyrirsjáanlegur. Algjörlega. 4 TWh vex 2% á ári. Ég get bara sko að ef við ætlum að klúðra því að hafa orku fyrir þetta og búa til einhverja flókna markaðslögmál og milliliði og segja svo almenningi að þetta var allt gert til þess að hugsa á þínum stöðum. Það var einhver annar ég að skýra það út fyrir því af hverju fólk fær ekki orku eða af hverju það er allt í 5 sinnum dýrara eða af því að þetta var svona bara markaðslög. En mér langar að spyrja þá, hvað með svona þessa kannski minni stórnotendur sem ég hef nú smá skoðun á, en ég ætla ekki að segja hana, þegar þeir koma, kannski 5 megawatt, miklu minni en álver, þegar þeir koma og gera langtíma samninga, það ekki svolítið fljótt að getur ekki orkan sem eftir fyrir almenning klára svolítið fljótt þannig? Það getur allir samið við okkur að fá endurssölu inn eða vilja fá hann inn í samningin. Þá bara breytir samningurinn. En þá kemur samt líka þetta inn þessi bara, það er takmarkaðin flutningskerfinu, að ef þú átt samning fyrir norðan og vilt fara út og nota endursölu og selja söður, það er ekki hægt í dag. Út af takmarkaðinum. En ég er alveg sammála að það er engin ástæða til að hafa þessa sko litlu samningum, engin ástæða. Eitt sem Hörður kom inn á varðandi langtímasamningana, þar sem kaupskylda og þar sem eru samráð varðandi endursölu við að þá líka eru skerðingaákvæði í þeim samningum sem styðja við það hvernig við höfum rekið kerfið eins og núna og það veri einn af þeim hlutum sem við þurftum að endurskoða ef það væri farið yfir í meira markaðsfyrirkomulag að þá ef það væri 100% kaupskylda þá væri líklegast heldur engin skerðingarákvæði. Þannig að það er punktur sem þarf að hugsa vel hvernig við myndum leysa þá stöðu. Við leysum það kannski ekki í dag. Mögulegt að selja 10% minni í kerfinu sko. En ég ætla að leyfa Sigríði aðeins að koma. Á ég að horfa á þetta eða mér langaði að koma bara inn á tvennt örstutt. Fyrsta lagi varðandi orkuöryggi heimilanna sem er mikið til umræðu hefur verið sérstaklega síðastliðin 12 mánuði að uppbygging stóriðju í Íslandi og íslenskur iðnaður stendur ekki í vegi fyrir orkuöryggi heimila. Það er vegna uppbyggingu stóriðju í Íslandi sem heimili hafa búið við orkuöryggi hingað til og stöðugt og lágt raforkuverð til samanburðar við aðrar þjóðir. Þannig að þetta er ekki andstæðir hagsmunir heldur nátengdir og rétt aðeins að því að komið inn á myndbandinu áðan inn á forgangsröðun orku og við höfum sagt það er ekki orkumál og orkustefna, það er atvinnustefna og auðvitað viljum við bara að markaðinu sé treystandi til þess að velja þá kaupendur sem að skapa mest verðmæti fyrir samfélagið og orkufyrirtækin og afleitt verðmæti og fyrir hagkerfið. Að öðrum kosti það sem væri næstskást væri að það væri einhver pólitísk sýn á það, á iðnaðar og atvinnustefnu sem er í mörgum öðrum ríkjum, hvaða iðngreinar og atvinnugreinar viljum við að byggist hér upp til langra framtíðar, hvar viljum við vera sterk. En þetta er ekki orkumál, þetta snýst allt annað, þetta snýst atvinnustefnu. Við langaði bara að koma þessu að. En ég verð að spyrja, því að þetta er einna efst og við viljum svara áhorfendum, ég verð að spyrja þig, Hörður, það er verið að spyrja ég veit að þú færð örugglega rosalega oft þessa spurningu, er sterk staða Landsvirkjunar hindrun við þróun raforkumarkaðs, hvað segir þetta? Enn og aftur. Ég held að maður verði að svara því játandi, að það er bara fákeppni á markaði og þetta er bara líka markaðsstærðin, en ef menn að fara þjóðurinn og segja við ætlum að brjóta upp Landsvirkjun, selja Landsvirkjun til þess að búa til markað fyrir almenna markaðinn, sem er gott fyrir þig, ég held að það verði mjög lélegt söluargument, en ég held að við gerum allt sem við getum til þess að styðja við markaðinn og ég held að það sé meira vandamál núna, eins og kom fram líka í fyrra partborðinu, er að við erum einu með framboð inn á markaðinn, sko inn á vonarskapsmarkaðinn, sem ég hef miklar áhyggjur af og ég hef áður rætt þetta og svona opnum fundum. Ég held að það sé ofsalega mikilvægt að hinn fyrirtækin komi líka með sitt framboð og kaupi svo hluta tilbaka, sko sinni framleiðslu. En svo ég getur sagt að ef það eru 3 fyrirtæki á markaðinu verður það mjög virkur markað, nei, en svo getur líka spurt, er einhver markaður virkur á Íslandi? Ég myndi segja að gjaldeyrismarkaðurinn eða vaxtamarkaðurinn eða skuldabréfamarkaðurinn væri ekki virkir, hlutabréfamarkaðurinn, ég meðist þetta markaðir sem að virka á mikið á, ekki mjög virkir, en við getum gert alveg ágætismarkað og við eigum bara fókus á þessi markaðir sé til hagsbóta fyrir notendur. Ef við horfum tilbaka og getum verið stolt af, og Landsvirkjun er stolt af, að sala á raforku til Íslendinga minni fyrirtækja og stærri fyrirtækja hefur verið mjög hagstæð fyrir kaupendur.
Við hefðum getað rukkað miklu hærra, sérstaklega á almenna markaðnum, því það engin valkostur. En þetta hefur verið gert og þetta er bara grunnforsöndu fyrir samkeppnishæfni Íslands og við þurfum að halda því þar. Árni Hrannar? Já, mér langar bara að segja, sko, þetta auðvitað eru náttúrulega vissar áhyggjur sem við getum alltaf hort á. Við erum náttúrulega rosalega háð til dæmis Landsvirkjun, því að þeir eru náttúrulega með 70% af allri orku og 90% af allri sveiflanlegri orku. Þannig að auðvitað það. En það eru líka tækifæri í þessu. Og ef maður horfir á heildar orkubúskap þjóðarinnar, ég horfi frá okkar hálfu, sko, við erum náttúrulega bara með jarðvarma virkjanir og erum basically bara með svona hálfgjörð baseload allan tíman. Og yfir veturinn erum við að framleiða bæði heitt vatn og rafmagn og þar sveiflast aðeins, við getum ekki alltaf framleitt jafn mikið, en yfir sumarið, þar erum við með kannski mögulega og mikið af orku sem við getum ekki komið frá okkur og þá höfum við tækifæri einmitt að koma þessu inn þar sem Landsvirkjun mögulega getur tekið þetta og sett þetta í lónin hjá sér og búið til svona fyrir svona heildabúskap þjóðarinnar og það kannski hjálpa okkur í þessu raforkuöryggi líka. Þannig að ég myndi alltaf Nýta orkuna betur. Það eru tækifæri. En auðvitað alltaf vissar áhættur að vera með svona fá fyrirtæki. Já, erum við ekki búin með tímann? Bara fyrir miður. Ég vildi geta haldið áfram í allan dag að tala við ykkur um þetta, en bara takk ykkur kærlega fyrir.